Já, veriði sæl og blessuð og velkomin nú aftur í aðeins öðruvísi deild. Við getum kallað okkur Game TV deildina. Við erum Hæ þá strákar. orðin live og sæll kemur Kári ekki á besta tíma. Blessaði Kári, mótastjórnandi. Þú ert í beinni og ég ætla bara að taka þig á teppi hér fyrir fram mig. Já, góðan daginn, góðan daginn. Hvað segirðu? Þetta er Já, fyrsta mér mótið hjá langaði- okkur. Já, mér langaði bara aðeins að tala um það að það er pása milli þriðja og fjórða leiks. 5 Þriðja mínútur. og fjórða leik. Herru, Já. bara frábært. Það er fínt að Það vita verður það. að vera eina pásan. Ok. Herru, gott er. Var það eitthvað fleira eða þú bara Nei, sendir okkur kannski annars er þetta bara keisla og bara let's go, drengi mínir. Let's go, gangi ykkur vel strákar. Við Á viljum að vera yfir 10. sæti í kvöld? Það, hvað sagði? Á að komast yfir 10. sæti í kvöld? Herðu, við ætlum að reyna það, loksins. Ég vil sjá eins og mót nummer 2. Gangi ykkur vel allavega. Hvort Já, sem er. takk ykkur fyrir og gangi ykkur vel. Herru, takk. Það er við það. Þá fáum við bara, ja, það var bara fyrsta viðtal okkar, Ágúst. Er ekki hægt að segja það? Bara fyrsta official viðtal okkar í kvöld. Þeir koma bara oftar upp til okkar, við hefum ekkert alltaf Já, ég er að segja það. Ja, bara draga bara til okkar. Við höfum verið að hoppa inn á glugga, já, fyrir ekki, svo svona, það eru væntanlega ný andlitirna kannski, við erum nú komin á Game TV rásina, er það ekki rétt sem er, og allavega undir Game TV núna, þannig að við köllum okkur Game TV deildina hérna í frá, íslenska Game TV PUBG-deildin. Já. Og já, þetta er fyrirkomulagið svo sem mjög svipað á síðast. Eina er að við erum núna með 4 mót sem að verða haldin á þriðja hverjum sunnudegi. Það er þá fyrsta mótið í dag og svo eins og ég segi þriðja hvern sunnudag. Ég get ekki verið með dagsinningur nákvæmlega fyrir framan ykkur. En það getur hver sem er skráð sig í mótin. Þau eru bara að vera með nógu mörg lið. En þú ert ekki alltaf að spila upp á bara mótið svo að taka þátt í það, Ágúst. Þú ert líka að spila, já. Það er ekki fyrir úrslita keppnina sem verður hérna. Ég held að það sé bara hægt að kalla það, já. Það verður back to back og það verður 12 lotu leikir, spilar á 2 dögum, laugardegi og sunnudegi. En eins og þetta er núna uppsett hjá okkur, þá er þetta 6 möpp og við förum fyrst í Miramar, Taiko, Rondo og svo Erangel. Ég gæti verið að ruglast á Erangel og Miramar. Já, fyrir ekki, ég rugglaði þessu síðustu já, en þetta hefur einhvern veginn alltaf verið svona uppsett hjá okkur. Leikmenn fá að velja á mappi hvar þeir ætla að vera með sín drop. Þetta er gert í pródeildinu og hefur verið gert það lengi og þetta er upp á að, hvað maður að segja, það verði ekki svona að minnka randomfaktorinn, ef ekki segja það. Þetta er allavega... Þeir vilja bara náttúrulega ná svona eins frestart og þeir geta gert. Já, þetta er til að gefa... Já, akkurat. Gefa hverjum einasta... Það er að segja, það þýðir ekkert og getur ekki lent hvað sem er, sko. Þetta er bara með þú ert að reyna að koma þér á þinn stað og ert með svona ég fer hingað ekki koma hingað nema þú vilji lenda í slag. Akkurat. Þetta er svolítið svona óbeint bara fólk að velja sér territories í rauninni. En það er annað... Núna, við erum með smá randomfaktor í viðbót vegna þess að það var stórt update núna daginn Ágúst og við kannski mistum af því þar sem að við erum ekki eins mikið í pródeildinni og restina leikmönnum hérna fyrir framan okkur. En það er rosalega stórt update varðandi langar mig að segja meta change vegna þess að 2 hlutir sem ég man eftir. Það er að núna er DMR sem er svona automatic sniper eða ekki rétt hjá mér, Nósi? Jú, þetta er bara Mini 14 og þess að þar. Mini 14 og þessa byssu sem að klikka og varst fljótur að skjóta næstu kúlu á eftir hvort öðru. Það eru orðnar verri núna og það var mjög mikið spilað með þessa byssu bara overall. Ég sá ekki marga menn taka boltaxun nema bara út af því að það var ekkert annað í boði. En flestir leikmenn sem eru með long range swap, þeir hafa verið að velja eitthvað eins og DMR eða SLR. Slur, heyrði ég í gær. Það er kólótið fyrir SLR. En þetta er eitt stórt update og við hlakka til að sjá hvernig það mun koma út núna, hvort að leikmenn taki ennþá upp þessa byssu eða ekki, því að ég, eins og segi, get ekki sett það alveg á pappír fyrir fram mig. Svo er annað, það eru þessi red zone sem að maður kannast allir við sem að hafa spilað leikinn. Þetta er ekki í pro-leikjum og hefur aldrei verið. Núna er þetta bara officially komið til að vera í pro-leikjum. Þannig að við getum
gætum séð Redson myndast á stað sem kannski mjög trublandi að verði til að leikmenn breyti ákvörðun bara í miðjum leik. Þannig að það verður fróðlegt að sjá hvort að það gerist í kvöld, hvort það gerist einhvern tímann eða hvort það bara hreinlega skiptir engu máli. En við þurfum alltaf að fara í leik til þess að komast að því og það eru 15 sekúndur í þá deildin hefst officially og það þannig að flugvél flýgur frá ellinu og bara þvert yfir miðju. Beint við skúldropp. Við fáum mögulega skúldropp. Og nú fáum við að sjá hérna liðin sem eru að keppa í kvöld og þetta eru aðeins fleiri lið heldur en við höfum séð áður eða þar séð öðruvísi. Við erum nokkla með A og B liðin sem eru þá Trúðalestin og Trúðapestin. Next Level Gaming eru ekki lengur 2 lið og konur bara í kongar saman og þeir bara skipt sér á milli lið og þeir eru greinlega ekki vinir lengur. Já, svona var það útskipt fyrir okkur í grófum hluta en þetta er ekki lengur, já eins og segir A og B lið. Þetta er ekki lengur Red og Blue, þetta er bara sikkort liði. Það er ekki, þetta var Next Level Gaming, Red og Blue, kongar, pungar, hvað það var á undan vegna þess að þeir bara höfðu fleiri menn sem að gáttu manna liðin. Nú er þetta bara orðin 2 lið sem að spila. Einmitt. Svo erum við 2 ný lið og það er Niceways. Já. Og hvað, er það Hype mögulega eða var það? Nei, Niceways, ég er með þetta fyrir frammi á Niceways og Hliðarmenn. Ég er með spurningarlista sem að Kári, sem að kíkti inn til okkar áðan, fór yfir. Hann er yfirleitt á hinum endunum til að varðar viðtöl og hann sendi mér spurningarlista þannig að þegar þú vilt pikka eitthvað upp þá get ég fletti hérna upp fyrir okkur, lesið eitthvað frá þeim. En ég hugsa að við komum okkur bara fyrst inn í leik fyrst að við erum bara, það fólk er bara að fara í flugvélina og það er bara allt komið í chaos strax. Við erum að sjá einmitt svolítið mikið að droppum, við erum mikið hérna að detti miðjuna hægra megin og það eru 2 lið svona ykkur störu, myndir við hvað, Trúðalestin og Trúðapestin. Conflict of interest, nei. Já, eitthvað svolítið sko. Smá dekk sem er komin á Sushi Pack í Triple H Zero. Og það eru hlandblettir sem eru mest fyrir að taka mótið þeim fyrst. Menn eru komnir úr sumarfríi en þetta byrja snemma hjá okkur. Sko, Triple Zero Agent. Þeir voru, ég hélt þeir unnu senasta mót en þeir gerði ekki, það voru Omni sem tóku sigurinn í endanum en ég var alveg sem að Triple H Zero hefði tekið sigurinn senasta kvöldi sko. Já, þetta var þetta ekki nokkuð tæft líka? Flett því upp. Ég held bara að það fengið 3 chickens yfir kvöldi sko. Skemmtilegt að sjá nýja líkið poppa inn á síðuna en Agent Zero voru með 65 stig á eftir Omni sem voru með 71 þannig að það var alls ekki langt á milli þeirra 40-45 kill, placement points 25-26 þetta var hnífjafnt hjá þeim sko þeir voru klárlega á trajectory fyrir eitthvað svoleiðis. Þeir voru bara brillar yfir sig, voru mikið að killa hjá honum Ungboy eða hvað hérna, John Bugboy. Þetta er með lið sem að hafa ekkert svona alltaf verið á toppnum. Það eru við, þó við séum að horfa hérna á fyrsta official Game TV deildina, það eru væntanlega eins og ég segi kannski eitthvað ný andlit sem að hafa ekki fylgst með þessu áður, en það voru 14 mót haldin svona óbeint official upp af þessu og svo sem flest sömu lið fyrir framan okkur, en jú, það eru ný lið og nú er þetta svona meira official. If you will. Ég talaði um það í senasta strími að Triple H Zero, þetta var ekkert eitthvað lið sem hafa hugsað sem topp 5 lið. Nei, þannig að ég kannski... Bara voru þeir bara að svoleiðis, ég sagði þetta og síðan bara unnu þeir chicken. Þetta var akkurat. Bara allt þetta kvöld. Þetta er líka bara, þetta er svo frá mér, eða mínu sjónarhorni sem er bara, ég bara vill bara sjá gaman og jafna leikvöll og þá er þetta akkurat það sem ég vill sjá. Hérna erum við með Agent Zero og vonandi bara halda góðri spilninni. Gústi grallar í einhverju svaka flanki hérna. Hann er að grallast sko. Hann er að grallast sko. En já, bara svona nefna það að við svona höfum grófa hugmyndir hvar liðin standa á móti hvort öðru þó svo að hvert lið getur skotist upp og eins og Agent Zero sýndi í síðasta móti að þá við ekki að taka þá til liðar hérna. Þeir eru búin að sýna það að þeir eiga heima á þessu leikvelli og geta alveg farið með sigurinn í kvöldið þeir ætlaði það. En Gústi Gralleri með M24 hérna.
Og long range. Það er með bot action það tekur það. Herðu, hann nokkar líka þarna niður. Þetta var sterk byrjun hann á Triple 0. Ná samt Limpmjúlur hérna tilbaka og þeir eru ekki búin að missa leikmakkinu Sushi Pack. Grallar enda að púsa upp. Sko, nú sé ég einn gallar. Nú Gústi Grallari svolítið svolítið fastur og svolítið opinn, en hann allavega að taka með sér leikmenn niður. Það eiginlega bara eina sem að þyrftilega að gera. Það svolítið hættast núna en Sushi Pack eiginlega komin upp í gluggan og farin að leita í kring og spottar hann akkurat þarna í fjarlæðinni, galopinn, ekkert cover og þetta það sem að ég hafði áhyggjur af. Gústi Grallari kæmist hvergi í burtu. Nú liggur bara 1 eða 2 menn eftir hjá Hlandblett og þeir eru ekki beint í góðri stöðu. Sýnt öll utility, þannig að heldur að taka á lugan. Það er engin líf. Það niður á Tjónbaku, Serman einum niður. Þá Líka híla mig til í henni gangi en finna eitthvað. Blóðuðu bardaginn með Limpmjúl og Raiders og félaga. Grallari bara búinn hérna. Og nú einn leikmaður standað eftir hjá 1-0. Og þar fellur Stefán Vittu. Ó, það tekið Agent 000 bara strax út í fyrsta leik. Fyrstu lotu af fyrsta leik. Vel gert hann í Hlandbletti en eru samt með mikið skaða á sig sjálfan og þurfa núna bara svolítið að taka sig í hlé. Þeir eru að koma sér inn í stigagjöfuna með þessi kill. Það er okkur fleiri stigum. Það telur nú eitthvað, en hér sjáum við Hraunbita. Þetta gamla 354 en segi það nú bara út af klandanginu. Nei, gamli hluti af þeim. 354, alveg 354 eru hérna á flegi ferð og þá Bránsi hérna tekinn út í 354. Og Bránsi bara drepinn. Já, svolítið óheppinn þarna, en líka verðilega hrósa spreyinu. Mjög gott sprey hérna á ferð. Tekur hann alveg niður og þetta var eiginlega bara kill sem átti ekki að verða kill. Þannig séð sko. Fannst líklegt að hann kemist í burtu en þeir þakka fyrir það að vera búin að losa sig strax við 1 úr 3-5-4. En hér Ferda krossandi yfir og Noraldinjuna ekki að fylgja spreyinu þar á eftir alla. Hann fær víst að halda sínu lífi. Það hann góð skoti yfir á Gúi. Þeir eru með þá. Þeir eru svolítið fastir. Þeir eru fastir hann inn í þessu turn. Sko. Já, alls ekki góði turn fyrir þá. Þeir eru galopnir og núna eftir með restina af 3-4 afsakið Hraunbitum að reyna að koma í stuðninginn af Lifreid. Hvort sem hann veltir og þá veltir hann allavega baku skjól þannig að hann að koma sér fyrir. Það eru Hraunbitar búinir að koma sér meira megnis við virki hérna. Lifreid hann svo sem öruggur segi ég. Ferda gæti ná honum einum og sér. Ef að Ferda fer nógu langt til vinstri og þeir verðast allir vera komnir í þetta. Spurning hvort þeir viti af þessu eða ekki. Því að Ferda hann svolítið opinn eða alveg afsakið. Dömt, finnur hann sprengir hann núna með grensu, ætti að kalla það gott, en heitir ekki alveg. Heitir hann sem var að standa í nesir og Gúi tekur gott suppressive fire hann á Döm. Við erum að tala að Döm enda þetta halda hennar línu niður og að vonast til að þeir geta ekki ressa hann, en þeir eru samt að púsa ákveðlega vel hann upp hjá 3-5-4 og reyna að ná ressinu. Spurning hvort þeir reyna að gera þetta meira, því lítur allt út fyrir að þeir alltaf ekkert að bakka. Ég held að vilja bara fara inn og sjá það líka bara, hei, þetta eitt lið á móti einu liði. Það oftast bara betra en ekki og þeir ætti að vera með grófa hugmyndum hvernig þeir eru að berjast á móti miðað við loggið sem að myndast í þeim. Og ég hef kannski bara sátti það að sé engin annar að skjóta þá líka. Þannig að spurning, erum við inn í hring? Já, létt inn í hring, þannig að akkurat til hvers að fara því þetta eiginlega bara svona góð leið til að ná liði og fínu map-kontróli.
En þeir þurfa að fara að drífa sig inn því að þeir eru ekki með neitt cover úti en þeir eru hins vegar færri. Brjánsi eins og sagðir á hann, fallinn og nú eru þeir bara 3 en þeir eru komnir framalega í þetta. Hvort sem þessu 3, 5 eða 4 þá eru þeir 3, 5, 4. Og hér kemur spreyið á Norald inn og nær ekki að tengja. Blue Zone. Rosalega skaðana frá Hraumbyrnum. Nær ekki að fara í ressi strax, vill byrja á sér sjálfum, fer samt í ressi en vilja þeir fara út af þessu. Ég veit að hann sé Lár alveg Fred fer út hinum meginn sýnist mér til að reyna að klára þetta og ég held að Hraunbyttar séu með þetta nokkuð læst svona miðað við hvernig þeir eru að komsa. Að þá ætti þetta að vera nokkuð góð lokun en mér finnst eiginlega bara tími sem þeir eru að taka sér kannski vestir. Það er eiginlega búið núna. Þeir fá annan sens hjá 3-5-4 en ná þeir að nýta hann. Það er létt að henda einni góðu grensannan í hornið og gera stórkostlegan skaða. Fengið overextenda. Það sem 3-5-4 eru komin sér í og það tekkur út niður. Mögulega nær einum niður, hann gera það ekki, hann þarf að hlaupa yfir vegna og gera hættulega leikur. Virkilega hættulega leikur, spottar þarna, nær ekki að spreyja niður, gefur bara info í rauninni og Hraunbyttar fara með alla 4 í kassan og þá er Sirko og Omni. Nei, afsakið, Omni að næleitu Sirko. Já, ég ætla að segja Omni strax farið út hérna. Það hefði komið mér á óvart. Þeir eru það sem ég myndi kalla sennilega hætturasta liðið, er ekki bara öðrætt að segja það? Þeir eru kongarnir raknir núna, það er bara hannig. Það er bara hættulegasta liðið á vígvöllum og ég held að það sé alveg öðrætt að segja það. Það er svona frá mér aðeins en... Stormur er búinn að vera vígalegur í öllum senustu mótum sem við höfum hort á. Ó, já. Algjör MVP. Sýnir það með stats sínum. Vá, stoppar bílinn í leiðinni! Þetta eru 2 frí kill! Þetta var... Hvað að segja? Hann var ekki svangur og svo þessi. Nei, með þess að bara óvinnurinn segja take more, sko. Bara... Hann er farinn. En, ok. Þetta var bara... á disk fyrir frá honum. Og eftir líka, sko, vestir að dræfirinn fyrst úr, sko. Maður er ekki nógu snöggur að tengja, sko. Sýtur bara kjurunna með hausinn. Syntex, hann er með SKS. SKS er ekki DMR, þannig að... Hvernig? Jú, þetta er DMR. Þannig að hún á að vera nerfuð líka. Já, þetta er 40% damage sem fer bara af. Það er rosalegt. Já, það er hérna... Við erum að tala hérna... Já, þú veist, þess að debuff sem gera þennan tímar eru að meiða 12% minna en líka skjóta sko 45% hægar. Líka það? Já, þú veist, þannig að þú getur ekki klikkað eins mikið. Það er svona 40% minna damage í rauninu nánast. Já. Vá. Þetta er rosalegt nörd. Mér langar að segja að þetta sé nýtt fyrir alla en þessi leikmenn eru búin að spila... Waffe SS er bara... Hún er 9 mm, hún er... Já. Hún heldur bara sínu striki, ekkert berist þar. Ok. Síðan ég held að með Red Zone þetta er hérna... Talandi Red Zone. Talandi Red Zone, þá erum við að sjá það hérna núna fyrst. Hann ætlar að taka drive-byið, helvitið á hann. Mikið action hérna uppi við jaðrinum á hringinum. Mér sýnist Red Zone er svo sem ekkert verið að trufla þessa leikmenn eins og þeir bara vita betur en að sitja í því. En það er leiknum, það sjáum við. Take more, þetta er leikmaðurinn á bílnum sem hann náði að koma sér í burtu. En vinir hans voru teknir hérna í... Jú, og hlandblettur var hann inn í þessum barda líka og það var keyrt yfir einn leikmannanna á jörðinni frá þeim. Ekki mikið eftir að hlandbletti greinilega, þú veist, þeir hafði þegar mist einn leikmann í sem við saman gamur og það var þarna 2, það er einn, það væntanlega bara eftir. Kynni maður hafi dáið hann í leiðinni. Það eru nokkur lið sem eru nánast alveg búinn. Skaði. Klára hann ekki. Spottar inn á 2.
Valentino fær ekkert meira á þessu. Þeir eru ennþá búin að halda bara ennþá þessu svæði sem þeir fengu þarna áðan. Press og National Gaming Blue eru í hörku bara þetta og ekki mikið eftir leikmunum standa þarna á milli þeirra. 2 frá Press og 1 frá National Gaming. Á ekki mikið eftir og hann kláraði hann. Það rétt svo ekki, en þannig kemur stormur í third party. Ekkert mál, ótrúlega byrjandi. Hvað er Omni? Mættir hérna? Diamantur fallið frá. Ég er ekki með að við Medal Wars. Við erum með hálfgert flank hérna hjá Storm. Þeir utan við, já, þeir eru fast. Og þannig koma hraunbyttan í baki á honum. Heyrðu, þetta er þriggja leiða bardagi hérna og þeir búast aldrei við þessu. Þetta er svo vont fyrir Omni að fá hérna hlandblettin í baki á sér. Hver hefur ekki lent í því? Og hann kemur quizið fyrir aftan þá. Það var insane setning. Linur, Stormur, finnur hann. Það eru hlýðamenn sem taka Storm út og það í annar lið sem að taka þátt í þessu bardagina. Og þá allt í hennu hlandblettur með yfirhöndina á þessu 2 lið. Og hlýðamenn eru hann alveg hlýðalínunni. Hlýðan þá. Vísi getur takið stóran skala. Einn leikmann niður og Vísi líklegast annar ekki. Limp Mjúlarættar hérna, kemur sterkur tilbaka. Bye bye. Það er bara... Ég að lesa yfir hérna hliðarmenn listan og því að þeir tóku svona óbeint mikilvæg bætingu inn í síðasta bardaga, við höldum hérna áfram. Það er nóg að vera. Við erum 16 mínútur inn í leik og þetta er svona... Og þetta er ekki tíminn okkar, þar sem allt byrjar að gerast. Jú, þetta er einmitt það 15 mínútur sem þetta fyrir að sjóða allt upp úr. Og þannig eru Team Ice að detta út, en náðu ekki að koma sér í 10. sæti í þetta skipti. Gáka að gera næst. Herru, gott þarna, hringir aðeins í. Þetta er á bílinn, held ég. Leit betur út, en já, nú eru komin í svona close-ins bardaga og það er 3-5-4, þeir eru ennþá bara hlust að allir 4 eru kannski ennþá að hanga í kringum brúnna til að tryggja það að þeir verði fullmannaðir þegar þeir fara í loka hring. Þú getur kallað það taktík, en þeir vita hvað þeir eru að gera. Já, hliðamennirnir hérna hinum megin og þeir eru að gera sterka hluti núna bara í fyrsta official leiknum sínum. Þeir tóku þátt í mögulega í æfingamótinu daginn, ég get ekki svarað því. En þetta er fyrsta skiptið sem við sjáum þá formanliði hliðamenn og sjáum hvort að þeir komi sér allavega í stiga sæti, það er þá 10. sæti og niður. En hér smókar hlandblettur út allt. Gústi Grallari búinn að stilla upp fyrir flottari vígvöll. Þá færa hliðamennið sig bara lengra frá. Þá yngur að byrja að íta fólkinu meira inn í miðjuna og vígvöllum þarf aðeins að hreyfast. Og það er ekki mjög eftir að nekla á hlandbletti. Gústi Grallari setur einn í smóknum. Býður sína endaloka. Skemmtilegt að sjá að spila svona utan þetta trench. Ekki ofta sem að bardagarnir eru í svona alvöru stríðsuppsetningu, en hér koma hliðamennirnir og sækja hlandblett bara alla leið. Og þeir eru að gera sterkar hluti. Hvað eru þeir með mörg kill á sér? Omni hérna með 5, eins og ég sagði áðan, svona hættulegasta lið á pappír, en þeir eru í hættu sjálfir, þar sem að þeir eru bara með 1 leikmann eftir og hann er ekki beint alveg örugasti. Það er pestin læðist að honum, eins og öllum Íslendingum virðist vera. Hún er búin að læðast að þér í dag, eða ekki? Jú.
Hún Kemur er fyrir. að lægast hægt og rólega að mér. Hægt og rólega, en látið það ekki draga okkur niður og spurning hvort að Kvissi gerir eitthvað svipað, hvort að hann nái að halda sér öruggum hérna bara í sótkví upp í þessu húsi. Það kemur græs og klárar hann. Já, hvar kom, ok, góð neitt. Sventucky neitar eitthvað staðar innan hús og það er bara nóg til að taka þá út. Þá eru þeir 10. liðið út af fyrstu lótunni í kvöld af 6. Við höfum ekki séð á skjánum lengur en það er líka komið annað uppdætt inn í competitive sínu, það er komið C4 og það gerir Jú. alls konar skemmtilegt sem getur gert með bílum og C4 playum. Þetta náttúrulega bara dreipar alla inn í húsi sem þú setur C4 á. Það er nú það, þetta er rosalega sprengja og já, það var hitt major, ég hef ekki rennt alveg yfir eftir listan, ég man að voru einhverju 3 hlutir sem að stóðu út úr klikku neyti hérna fara á herra David, lendi beint á Old Dirty og Hliðamenn eru að koma inn að sterk. já, alveg svakalega, hvað? Ég held að skipti ekki máli hvar þeir standa sig í þessari lótu, allt annað er pluss, ég ætla að renna yfir spurningalestin af þeim, við fáum að vita aðeins meira þá þegar við förum í kannski warm-up á næsta mappi, þá skal ég taka spurningalistan á þá, en annars fylgistu bara með þessu núna. Já, þetta er hitt nýja lið, það er Nice Ways, afsakið. Og þetta lið höfum við ekki heldur séð áður, ég er líka með spurningalista yfir því. Austar, Rabu, Guben og já, Glitterain. Crane, ekki bara Crane. Crane, já, ég fá það fært. Kjúli Crane, þetta er þangað til að leiðir eftir okkur. Það er að Kjúli Crane. Það eru hraunbyttarnir komnir hérna inn svona óbeint reyndi að taka fætin á trúðapestina fyrst. Eiginlega með ekki við því. Kannski núna, en þeir eru bara ekkert í rosalega góðu cover frá þeim. Þeir eru cover frá öllum öðrum, en trúðapestin er ennþá með það svolítið opna. Sama hægt að segja Úlfur sem eru hinum enn, þeir eru bara einbetta sér á öðru. Þeir er Fiddle Grand, skjóta niður Sventucky, sem var nokkaði niður, og þeir eru að biðja reinforcement, vilja bara einbetta sér á einu liði í einu. Next Level Gaming hérna fyrir ofan þá. Next Level Gaming voru teknir út, þetta eru kongar. Þetta eru kongar. En þá er klantakinu. Já, kongar. Þetta eru þetta hérna ný skipt upp og Það er alltaf ekki að ruggla að spyrja hverjir eru núna í hvaða lið, þetta er bara Nei, ég er að segja þetta er til lengdar að verða þægilega fyrir okkur. Á þrengistöðum komum núna í á svolítið hættulegt svæði eða bara það er ekki mikið saman inn í eins og litla skúr. Það lofar ekki góðu. Ná hérna Exicon niður í Case Fan Club. Þeir eru bara að stilla sér upp hérna með bílana alveg sem hálfgjört ökkur. Þeir eru ekkert að reyna að fara, sko. Hliðamenn í hliðin á Krisa. En Nice Ways eru svona svolítið að þjarma upp að hliðamennum sínum mér. Það er rétt. Húsa svolítið niður. Krisa Kass mögulega fæði hliðamennin baki á sér. Það er 2 leikmenn eftir í hliðamenn. Já, og Krisi er náttúrulega fellur þá það niður við hliðamenn sem voru að hörfa svolítið frá Nice Ways. Og þar fellur við síðan June 77. Nær inn tilbaka en það er engin hægt að þá sáleikmenn eftir niður alveg. Og núna er þetta bara hlinur á mitti tveggja liða og bláa svæðisins. Agaleg staða fyrir á næstum. Hraunbyttar detta alveg út þarna. Samlokaði milli Úlfur trúðalestina og þetta er núna milli Úlf og trúðalestin, en trúðalestin heldur sér lifandi og öllum lifandi þráttur að hafa nokkað niður 2. En ég eiginlega veit ekki hvort þið komast upp með þetta því að þá veit að kongar að nú er tíminn til að stræka og þetta er það sem þeir eru bestir í að velja sér tímasetningar á bardaganum og bara, greinilega góður með neitina líka. Hún tekur út 2 leikmenn þarna og nú er trúðapestin
strax orðnir færri, jafnvel bara einn leikmaður eftir. Hello World eiginlega kýs að skilja sinn leikmann eftir því að af hverju þetta ekki að vera carry hann. En Callið breytist eitthvað, hann ætlar eitthvað að taka sensinn hérna. Arrow að fylgjast með þessu, hann ætlar ekki að láta þetta alveg skora frá sér, en þeir eiga samt að geta púsla þessu saman. 2 leikmenn down, en hvar eru hinir 2? Topp 4 eru þá komnir. Hliðamenn standa eftir. Ég út á mér. Það þetta svaka byrjun hjá þeim. Og trúðalestin ekki alltaf í lokin heldur, en hliðamenn með 1 leikmann, kóngarnir með 4. Já, það svona ákveðin bragur í þessu leikmann, eða svona stíl hvernig þeir spila. Já. Þessi er svolítið hérna búin að vera all or nothing. Alla tíman. Þeir eru rosalega þéttir þegar þeir eru saman hjá Next Level Gaming og kóngum. Bara playstílinn hjá báðum liðum var eins og nú Omni eru líka svolítið, myndi ég segja, aggressífir en ekki alveg eins og kóngar og Next Level Gaming voru. En þegar Demantur fór yfir í Omni að þá kom allt það aggression sem þurfti til. En kóngar eru ekkert síður lið og eru með hot drop eiginlega bara hérna loka og læsta. Hliðamenn og trúðalestin sem eru eiginlega bara svona random faktorarnir, en nú voðalega lítið að það eiginlega ekkert annað sem við erum að tala heldur núna heldur en kóngar og hot drop. Ég get eiginlega ekki bara setta á hlinn að taka neitt meira með sér. Hann getur reynt að koma sér í annað sæti og það klárlega, það væri mjög fallegt, en hann getur samt verið sáttur með sig og sína menna að vera komið 5 kill og garanterað 3. sæti. Það bara telur og já, þetta bara mjög gott sko og þetta kemur allan í svona efri helmingin á lítaborðinu líklegast í kvöld. Linu spottar hérna leikmann hjá hot drop. Spottar hvort annað verðist vera. En nú Hlynur eiginlega bara á stað þar sem hann þarf eiginlega bara að vonast til þess að hinir stangist á undan, en ég held að það sé ekki kesið þegar að koma hérna á flegiferð í bakinn á honum og ég held að hann bara viti ekki einu sinni að hann sé að fá hot drop á sig. En þeir vita það að það sé einhver leikmann við hliðina og hann svoleiðis að hörfa núna í OPG á kóngum. Og hér hann eiginlega bara að fara að vera að spreyja niður. Það búið að spotta hann sig. Hann með C4! Hann því nei! Hann getur gert þetta! Mér langaði svo að sjá þetta gerast. Hlaupa í áttina á hot drop, en þetta hefði verið fyrsta C4-ið. Cynic með boltaksjónin, tekur leikmann niður, mögulega nær næsta. Ekki alveg. Lítur allt út fyrir að vera sigur hjá kóngum núna hérna í fyrsta viðureignin okkar í kvöld. Og nú Þorgeir og Old Biker for Life aðeins að fara að skleikja sárun á sig hérna. Og þar kemur það, já. Spreyja niður, klárast, en lætur klára fyrir sig. Það eru kóngar sem að taka fyrsta sætið. Hraunbittar koma óvart með flestir damageið. Þeir þurrku út 3-5-4 þarna áðan við brúna og hérna komið síðan eitthvað aðeins lengur leik, en við erum nú svo sem bara að tala um 5 kill. Þetta var ekki meiri kills á lið. Hverjir eru efstir hérna? Við erum með, kóngar með 9 kill, en svona mikið damage á hraunbitum, kemur alveg óvart. Þannig að kóngar eru með mjög gott forskot í kvöld að vera með ekki bara fyrsta sæti á fyrsta mappinu, heldur 9 kills líka sem er efst yfir. En það var svo sem svona að vita, en við fáum alveg skemmtilega breytingu, hægt að segja svona í fyrsta leik, út af því að þetta er ekki, eins og ég segi, liðin sem við byggumst við að sjá á toppnum, þannig að það er ennþá svolítið opið borð, eða make sense. Þetta er svona, við erum nokkla bara að taka fyrsta skrifa okkar hérna í mótaröðinni og rauninni er allt opið. Já, og voru skemmtilegt að sjá, út af því að hérna, eins og ég segi, við sáum hliðamenn og Niceways komast langt inn í loka hringu og hliðamenn meira að segja komu bara á óvart þegar voru að þarna slást þarna á móti var það ekki trúðalestin annarkort,
En við ætlum að taka þessa stuttu pásu sem við gerum yfirleitt á milli leikja. Hún verður ekki löng, þannig að ekki fara lengra enn á klósettið eða í ísskápinn. Við sjáumst allavega aftur eftir stutt og þá kannski lesum við yfir ykkur hliðamenn. Sjáumst þá. Tíminn okkar, þar sem allt byrjar að gerast. Jú, þetta einmitt það 15. mínúta sem þetta fyrir að sjóða allt upp úr. Og þannig eru Team Ice að detta út, náðu ekki niður 2, en ég eiginlega veit ekki hvort þið komast upp með þetta því að þá veit að kongar að nú tíminn til að stræka og þetta það sem þeir eru bestir í að það rétt. Húsa svolítið niður. Krissi Kass mögulega fæði þeim baki á sér. Það 2 leikmenn eftir í hliðamenn. Já, og Krissi nokkla fett. Þetta stóra skala. Einn leikmann niður og vísi líklegast annar ekki. Nick Mulerættar hérna, kemur sterkur tilbaka. Bye bye. Þess að hörfa núna í OPG á kongum. Og hér er hann bara að fara að vera að spreyja niður. Það er búið að spotta hann sig. Hann er með C4! Hann er því nei! Hann getur gert þetta! Mér langaði svo að sjá þetta gerast. Hlaupa í áttina. Já, það var hitt major. Ég hef ekki rennt alveg yfir eftir listan. Ég man að voru ykkur 3 hlutir sem að stóðu út úr. Klikku neitjarna fara á herra David, lendi beint á Old Dirty og... Hliðamenn eru að koma inn að sterk. Já, alveg svakalega, hvað? Það er bara hannig. Það er bara hættulegasta liðið á vígvellinum og ég held að það sé alveg öruggt að segja það. Það er svona frá mér aðna aðeins, en... Stormur er búinn að vera vígalegur í öllum senustu mótum sem við höfum hort á. Ó, já. Algjör MVP. Sýnir það með stats. Sýnum, vá, stoppar bílinn í leiðinni. Þetta eru 2 frí kill. Þetta var viðureignin okkar í kvöld. Og nú er Þorgeir og Old Biker for Life aðeins að fara að skleikja sárun á sig hérna. Og þar kemur það, já. Spreyja niður, klárast, en lætur klára fyrir sig. Það eru kongar sem að taka. Það var insane setning. Linur, Stormur, finnur hann. Það eru hliðamenn. Skemmtilegt að... Ja, þá erum við komnir aftur og já, þetta var skemmtileg byrjun. Við sáum kongana taka fyrstu lótuna í kvöld en það eru fyrstu af 6 lótum. Við hefum nóg eftir spilað þannig að þetta er alls ekki endalókin. En svo minni ég á að þetta er líka bara, það er líka spilað upp á fyrir lokamót sem verður haldið í desember hjá okkur og það verða stórmótið, það verður haldið á 2 dögum og sem sagt fer upp í 12 lótur. En með því að spila í deildinni og ná sem flestu stigum eða taka sem mest þátt að þá getur óbeint tryggtir spott inn á þá deild eða það mót. Það verða bara 16 lið sem að komast þar inn þannig að endilega fylgist með og skrá ykkur hvert einasta mót sem þið getið fylgst með því inn á íslenska PUBG samfélaginu eða 354 Discordinu. Svo já, býst ég við að Game TV séu líka búin að auglýsa eitthvað fyrir okkur. Þetta er allt út allt á netinu. Þið kunnið á tölvur og við förum í Erangel, það er næsta mappið. Síðasta lótan af því í kvöld. Ég ætla að lesa fyrir hérna Ágúst hliðarmenn spurningalistan, ég var búinn að lofa því. En það er hérna, það var spurt á hvernig það kom til að þeir hefðu byrjað að spila saman. Er eitthvað saga á bakvið nafnið á liðinu og hversu lengi hafið þið spilað saman? En þetta nafn notum við í vinahópnum fyrst þegar við tókum þátt í utandeild í fótbolta. Síðan þá höfum við ávallt skýrt okkar lið þetta þegar við spilum saman í einhverju, hvort sem það séu tölvuleikir eða eitthvað annað. Og
og svo spyr hann hvort það séu einhver mismunandi hlutverk, hvort þið fara eftir, þú veist, svona oppa, vappa, riffil, hér og það. Þá segir hann, við erum með 2 snæpera, Herra Davíð og Juan. Þeir eru helviti lúmskir þegar það kemur að rifflunum sem getur skipt sköpum í einvígum. Síðan eru við hinir, MC Man, MA15, Hlynur og Hanasveppur, mikli close range menn og vinna mikið saman í þeim aðstæðum. Þeir eru nokkuð naskir þegar það kemur að því að stjórna sjálfvirkum byssum. Svo segja þær að henda einum manni undir rútuna. McMahon hefur einnig mikinn áhuga á að ofhugsa allar aðstæður og reyna að finna einhverja quote-unquote tactics sem auka sigur líkur. Heppnast ekki alltaf. Ég fæ bara PTSD af mér, spila með þér Ágúst og fólkinu okkar á kvöldin þegar ég fer að ofhugsa hlutina, sko. En já, við kannski, já, Það er samt alltaf lagi að pæla í hlutunum. Sko. Já, auðvitað. Kannski meira svona henda út í lofti, en það er aldrei eitthvað gull taktík, segir maður. En, og fast form er ekki gott form fyrst mér. Sko. Þetta er, já, hérna, ég verði að lesa þessu spurningu líka. Hver er mesti herfangsdrísillinn? Loot Goblin, þetta er greinilega spurning. Eða sá sem á það mest til að blindast af og gleyma sér í að lúta. Það er hann Juan, hann á það til að gleyma sér. Ég heyri líka nafni mitt þarna. En þetta er líka ástæði fyrir að við erum með eins og við tölum í byrjun. Droppin, þar sem að menn er að preemptively velja sér dropp. Þetta er akkurat til þess að allir fá einhverja byssur. Þetta snýst að taka gunfight, það er alltaf leiðilegt ef einhver er með pistól og hinn með þetta, en nota allt sem er á vellinum. Það er nú spurningu hvort það sé einhverjum lið sem eru ofan einhverjum stöðum í einhverjum bæjana, en í svona fyrra bræði þá syndist ég ekki sjá neitt sem væri svona obvious fight sem myndi við landi í. Ringurinn er alveg að við stann núna og ekki stakt lið á military eyju. Ég klára bara spurningulistan fyrst að við erum á svona rólegum stað. En eru einhverjir sérstakir taktar sem við ættum að leitast eftir í ykkar spilamennsku? Hafið eitthvað sérstakan spilastíl eða viljið þið spila eftir einhverju formúlu? Við hyggjumst spila eftir vel skipulögðum leikatriðum þar sem við einblínum mikið á liðs heild. Við eigum nokkur föst leikatrið sem kikka inn við vissar aðstæður sem geta komið skemmtilega út. Svo spyr hann, hverja lítið þið á sem ykkar aðal mótherja, lið kannski sem ykkur finnst þið vera að mætast oftar en öðrum, einhvers konar rivalry. Og hér kemur, höfum aldrei tekið þátt í EPL, svo eigum eftir að mynda okkur slíka. Og þetta enn og aftur, langar mér að nefna það, bara góð byrjun hjá þeim. Og ég tek undir það sem hann segir hérna með að þeir hafa svona nokkur leikadrið sem kikka inn við vissa aðstöður. En þeir segjast spila eftir skipulögðum leikadrifum og ég tek undir það því að áðan þeir voru á móti bardagum þarna við trensin upp á fjallinu að maður sá það, þeir voru rosalega skipulagðir og myndi svolítið bara á verið að segja Next Level Gaming kóngar og trúðulegstuna þessi sem að hafa spilað saman í einhver ár og ég get trúa að það sé akkurat caseið. En við setjum það aðeins á hold þar sem við erum með greið Gúi hérna einan svolítið fastan með utanum hot drop, en það er nú hérna, já, þetta á Bránsi komni til bjargar, leið og ég segi það, þannig að hann var svo sem ekkert í svo mikil hættu. En þeir ætla líka bara að taka blokkina hér á móti og þá fara hot drop í burtu, ok. Og afskapa það í Red Zone. Í Red Zone, ég hef grunum að þetta sé ekkert í öllum feysum þetta Red Zone, þetta sé bara mögulega klárast í lok phase 2, sko. Það getur verið, það er enda góð spurning, ég ætla að henda því. Ég er sko... Svona spurningar mega að fara fyrir stjórninni, ég sendur bara kóða. Er Red Zone í öllum feysum? Í patchnótinu er hérna Final Bombing Ending at the end of phase 2, þannig að það gæti verið að þetta sé nefnilega ekkert út, það breytir náttúrulega, það gerir það verðum að það er náttúrulega þetta er ekki að brjóta leikinn þá í lokin, sko. Nei, ef þetta er bara upp á phase 2, svo er það ekki? Jú, lok phase 2. Lok phase 2, já. Það, ok, út af því að eitt sem hann nefndi í gær var einmitt að Red Zone-ið, já, það er kannski eitt að lendi í því, ég hef svo sem ekkert miklar ágjörð því, en það getur allt gerst. Getur líka keyrt á stein og bíllinn springur, skilur, það getur hvað sem er gerst.
En Red Zone-in, það sem maður nefndi í gær að það breytir mappinu. Það myndar, þú veist, Já. hólur og einmitt svona Einmitt kreitir sem þetta. við sjáum mynda fyrir fram. Og það gæti verið til að leikmenn sem eru kannski vanir að spila á stað hér í þessum loka hring, en hér er Red Zone búinn að lenda og nú er mappið aðeins öðruvísi uppsett. Þetta er kannski ekkert svo hættuleg breyting. Þetta er ekkert eitthvað að brjóta leikinn svo sem Nei, þetta er ekki meta-changing. Þetta er annarkvort þægilegt eða svona óþægilegt fyrir ykkur leikmenn. Þetta býr til aðeins meira svona breytingu í mappinu. Þetta voru svona hólur, við vorum að keyra mótuhjólinu til dæmis. Var það? Ég sagði bara hóluna, sko. Þetta leit svona út fyrir að vera kreitirsamt, sko. En hér er Red Zone-ið, yes. Er það rétt? Er það bara bull? Það er bara Wrangle maybe sem er ekki að gera það, sem sagt, ok. Það er svona, þú veist, mér finnst þetta eftir að vera alveg eins í öllum möppum, en það er bara ég. Mér finnst líka þetta að sprengja bygging eins og þú ert inn í, eða Deletor. Það er bara ég. Taldu sprengjur. Þú geta falið inn í húsið eða það er að rigna sprengjur. Við hefum margt ólært. Ég spilaði leik hérna með Kára í gærmorgun. Þá fekk ég svona aðeins að kynnast ég að spila með próstrákunum, Ágúst. En eitt sem jú, svo sem. Þetta er spilað til gamans líka. En ég get ekki talað við hann núna, en það er örugglega aðeins meira svona serious í gangi. En ég get ekki hætt. SLR, það er bara slur. Það finnst það geggjað, sko. Já, slur. Ég var farin að pikka upp eitthvað svona frá þeim í gær, sko. Það er slurina. Nice ways með Dane hérna svolítið opinn. Því hann er hættur að pæla í honum. Allir maður að gleyma sér. Þetta er ekki nice way to go down, en þetta er nice way to stay alive. QL Crane. Já, það í mögulega eru hérna tögurinn aðeins að taka til hans í fyrsta mótinu hérna í kvöld hjá honum. Þetta er skemmtilegt, við höfum séð þannig borta áður í Lipovka hérna og það var einmitt mjög svipað uppsett. Gæti verið svolítið flókið, við horfið á mappi þar sem að liðin er í nákvæmlega sama lit, en við reynum að þýða þetta, en þið sjáu þetta er bara sikkert compoundið sem þeir eru með hérna, annar hlutin í bænum og hinn í warehúsunum. Fresh eru reynslu boltar, búin að vera lengi. Bíddu! What the hell? Nathan lendir upp á þakinu. Ingi Ditto hendir einni vel kúkari greinu hérna upp og Austar fellur. Nú eru næsins búin að spotta að þeir eru bara allir í þessu kampandi, ekkert framar, þeir eru samt að vinna sig upp að þeim. Eru einmitt búin að nokka eitt af það og vita að þetta er svona nokkuð einn tækifæri til þess að fara. Vita líka núna hverja þeir eru að díla við? Ég meina þetta eru bara nýgaræðingar á móti gömlum hundum og Ingi Ditto og félagar eru að labba í kringum það að drepa það. Önnur neitt hérna góð Ruben núna eini maðurinn eftir segir, Rapu kemur út hérna líka en það er það bara Rapu eftir og hann fettir einn mann niður, hann klárar hann líka eða reynir það. Hann nægir ekki að klára hann. Hleypur eitthvað hringinn utanum, hún er langar að klára hann, en hann gæti ennþá tekið þetta. Þetta er svona fucking moment. Já, eiginlega sko, En nært í heina að komast upp. Verður hann skilja eftir. Þetta gæti orðið res fyrir res. Eða gott og hættulegt. Stekur nú út og það er það Fresh sem að ná að taka nice ways út. Komast langt áðan, komast ekki lengra núna. Fresh eru reyndir í þessu og eru með þess að bara með hringin núna, það er rétt. Hringurinn fer hérna alveg austur og nú er allir að komast hringir eftir hring. Svolítið snemma langar mér að segja að við séum að sjá svona hardcore bardaga komnir að 11. mínútu og er þetta bara liða Þetta eru hérna að fá 5 mismunandi lið að skjóta sem er að rótetta.
Þeir eru búin að taka svo mikið skada og ekkert eftir þessu bíl og pestin enda ekki dettur niður. Bara hann hann búinn. Hver nær killun hins vegar? Það við erum allir þetta stig og það Dementor sem tekur hann. Dementor mættur. Krimi hérna búinn að spotta Major og hann eiginlega bara í svona bolt-action barda hérna á móti honum. Ég held þessi báðir að taka skotur hvort annað, það er ekki rétt að mér. Sá ekki hvort hann að skjóta tilbaka eða ekki. En já, liðin eru bara nokkurn veginn komin inn í ring. Og það eru kongar, er það ekki rétt að mér, sem eru hérna að koma með emergency droppinu. Hvar ætla þeir að lenda? Þeir ætla að fara allar yfir út á milda power. Þetta kann ég að meta og eiginlega bara verði að segja pínu balls í að gera þetta svona leitin í ring á svona mikilvægu svæði langar bara að segja opnu svæði en mikilvægu svæði yfir á næsta bardaga, það er þá Trúðapestin á móti Hotdog hérna en erum við einhvern veginn með 17 lið lifandi og fyrsta liðið til að fara út var Nice Ways. Nei, liðarmenn afsakið. Nei, það er ekki Nice Ways. Nice Ways eru fyrstur að detta út, jú. En það eru þó mörg lið hann búin að missa markmann leikmenn í liðinu sínum. Þetta er bara smá bardaði hérna og þar hittar Garrigo og Socialist blúsar grunni í þessu líka. Ekki mikið eftir að Garrigo hérna. Stóra eftirlega píkanni hjá Rúlar Brosef. Og þarna er Þorgeir með þá í siktinu. Einhvern veginn halda sér á lífi hana. Eitthvað hélt ég að Hotdog myndi taka meira í aggressjón hana. Já, með hvað eru ekki með góða staðsendingu. En það róast allt niður, Mollin einhvern veginn spreðar ekki hérna yfir á Lóðbrósen eða hvað? Hvað er það? Garrigo er búinn að vera tón. Ég bara trú ekki að Brósen hafi bara lifað þetta af. Já, þetta var mjög mikið pixel eitthvað sem hann átti hana. Sá er kaldur. Hann fekk lútdropparna fyrir fram með sig. Ekki viljandi, en hér er hann búinn að spotta Ice-Sheep Swatu. En ég held að ég líka búinn að spotta hvort annað því að Ice-Sheep ætlar ekki að finna kollin þarna. Hann meira sér reynir að vinna í því að finna hinn leikmanninn. En já, hann sérstaklega, hann veit hvar Swatu er. Hann er svona að kíkja í kringu sig, reyna að beita skotið eða eitthvað. Er eitthvað annað að gerast á mappinu? Getur skoðað hérna rétt yfir. Þetta gæti orðið langur bardaði, við erum með longrange-bardaði hérna milli. Herðu, við förum yfir á hliðarmenn og Trúðapestina. Það sem við erum núna, hérna. Nei, þetta er Hype. Hype eru hérna umkringdir hliðarmenn sem eru að droppa niður klettana til þeirra. Hinum einn við klettin. Spattaði hérna fyrstu það. Tekur ekki skotið, það taka þessar fleiri leikmenn. Fríara sko. Nei, klúður að síðan. Það var til en hann veit ekki að leikmaður beint undir svo það getur verið svolítið hættulegt. En eiginlega bara fyrir báða leikmenn veitur það vissi að maður er ekki óöruggur þarna þannig að þeir þurfa að fara að hlaupa í burtu núna frá þeim. Og handlættur komandi keyrslunarnir framjá eiginlega bara trigger þetta allt saman. Þeir koma hliðarmennir í sundsprettinu og eiginlega kannski svolítið hættulegt að vera í einhverju niður sundi en þeir eru samt En þeir eru stór hættulegir. Þeir eru að koma óvart, þeir sterka byrjunina og ekki bara það heldur bara. Það er ægi leikmennum annað, maður sér það langar leiðir. Algjörlega, flottu playstil hjá þeim og bara. Fljótur að snúið að taka skotin líka. Það lítur allt vel út hana hjá hliðamönnum. Flott bæting hérna inn í liðsfjölda. Og þá er það líklega seinasti leikmaður eftir hérna hjá þeim sem fellir niður. Hann blettur tekka þetta seinasta lík út.
Gústi Grallari tekur fyrsta kontaktin með þessu. Þeir ákveða að hörfa úr blásæðinu, koma sér í burtu. Og hliðamenn lifa annan dag. Já, komast þeir samt í burtu, munu þeir ná þessu ressi. Það eru 2 hérna fallegir og já, 2 munu komast inn í hring, það er nú betra en ekkert. En þá eru hlandblettur komin hérna núna í baki á Fresh sem að þurrkaði áðan Niceways. Þannig að Tökum núna aðeins eftir hérna inn í hringinu og þá er Next Level Gaming aftur búin að koma sér í þægilega stuði innan nánast miðjarhrings í ykkur kombati, öruggir. Og þarna munið þeir hanga, það þangað til seinasti hringur kemur. með bílana uppsetta og Þetta er svona, þú veist, þetta er það sem er að fleyta þeim oft ansi langt í þessum mótum. Gay hafa escape vehicle og þeir stilla þeim ofan í trensin held ég sko bæði þeir bæði þjóna því að vera með cover frá þessari lengju en líka það er ekki hægt að skjóta að dekkin á bílunum eins auðvitað þarna ofan í þannig að þetta er virkilega úthugsað hjá þeim. Hliðamenn eru hins vegar dottnir út núna. Jú, þannig sem hann er að tegin út. Og hér eru Team Ice, ansið nálægt að komast í top 10. Prisonið. Svato veit ekki að það er nú þegar maður í prison held ég, hann að þetta er að vera spottað og hann ætla bara að koma sér inn, hann er að spila einn á móti heiminum eiginlega núna. Þetta finnst mér vera stórhættulega ákvörðun hjá honum að hlaupa þarna bara niður í alvöru prisonið en Nicolas Cage Fan Club þeir hleypa honum ekki í það en það eru fleiri hérna. Jansi er voða mikið inn á bátið inn í þessari byggingu. Í þessari byggingu, já. Inn í prisonið, hann er rétt fyrir utan. Ég myndi bara að segja að prison er eiginlega bara virkilega vond staða þarna út af því að ringurinn er alltaf að enda annars staðar. Það er spennandi ringur sem verður inn að skama eftir 1 mínútu. Ó já. Ég náttúrulega reyna að taka út limpmjúðarættur. Einn leikmann niður hjá hlandbretti en ólíklegt að það klárist alveg. Ég eru samt með hann á góða skollinu niður aðra hlandblett. Hálflið eftir 43 leikmenn inn á, við erum komin að 20. mínútinni. Þá er allt að fara í botn núna og við sjáum hérna, já, 3 lið ofan í hvort öðru. Það er Fresh, Omni, Hlandblettur með 3 leikmenn á sér. Nú búin að sækja sér 1, missa 1 og sækja sér 1. Gústi Grallari hérna núna 7 HP búin að hætta pönnuna en það er nóg hann. Ekki að bara komast í burtu frá þessu, nú 1 hlandblettur eftir og það er officially búin að þrífa hlandblettinn af server þannig að Nice, hrömbitar líka og 3. liðið tekið út 3 lið falla back to back og meiri sem getur verið að horfa á síðasta liði hérna, síðasta leikmann hjá Fresh, það er Við erum með 10 fucking kills. Holy Jesus Christ, sko. Þeir geta verið svo mikla skemmnur. Það er rosalegt, sko. Omni eru á einhverju öðru, sko. Það er bara það, sko, við sögum þetta, þegar Omni komu inn, þeir voru sterkir. En, þú veist, maður hugsaði bara, hvað er að gera mannabreitingar? Nei, taka demant inn og það verður einhvern veginn öflugara. Það er bara gaman að fylgjast með þessu liði. Þetta var svolítið hringur líka í haga hérna hjá Omni, hvernig hann skiptist upp. Og það er Next Level Gaming sem þurfa að koma sér einhvern veginn er hann lifandi eftir þetta. Þetta lítur út fyrir að vera þægilegt kill fyrir fylggrandi eða Storm. Sjálf og vörð er hann á liðinu líka. Og núna ertu hann stressaður. Það eru öll liðin í kringu þig.
Þetta er ekki góð staða. Þeir svona. Jæja, og þar fór hann það. Langreinsbardagi. Trúarlestin ekki beint fínur stað út af því. Ég er að díla fleira. Það er ekki Steve Play. Það nær sér sjálfur sér. Alveg fór illa þetta play hana hjá Jalíðis. En við fýlum að þetta. Já, ég er samanlega. Team Ice teknir hann út. Og Omni það fyrir núna væntanlega að þurrka upp restina af trúðarlestinni. Jenga og Mannequinsi, þeir eru allir ofan í hotdroppina. Líki hvað er nálægt hvort öðrum. Like for life. Situr á eiginlega bara að staða sem hann vill bara ekki láta vita, sem vill ekki láta heyri sér. Hann er eiginlega bara að bíða eftir einu killi, einhver hlaupi í sig. Sér þrjú svo mikið. Mannek kíkir aðeins hann út og fær ansi mikinn skaða á sig og þar eru Brjánsjófélagar komnir í baki að þeim og taka þriðja liðið inn í þennan bardaga. Við verðum hér á þessum bardaga, hvort sem er, hvað sem er. Spurning hvort er því. Hundi er á eiginlega fínum stað með að þeir ekki kasta neitt inn gluggan í honum eða hvað, fór ekki inn þarna inn. Þetta var smókur, ok. Og það kemur einhvern veginn og það er niður. Gítur fjóri koma inn með látum hérna, eru bara að hlaupa einn leikmann niður hjá Franka. Náðu samt að fara tilbaka með það, á Mannek þá er bara allir búinn. Það er einn leikmann eftir National Gaming og 3-4 eru bara 2 leikmann eftir. Hotdrop er ennþá með alla sína leikmannana í hliðarlínunni og er ekki búinn að taka mikið þar í þessum bardaga. Og eiga allt inni. En Jengan er tilbaka. Og þá ættu Hotdrop að byrja að gera eitthvað. Gott flass hérna hjá Jenga. Ennþá betra flass hérna. En eru þeir blindir? Það er lifandi maðurinn spottaður og það er tekið hann niður. Gúi rétt svo hjálpar við að fella niður National Gaming. Hotdrop er hann að fyrir utan gluggan að geta kíkt inn hvenær sem er. Hann er bara hann er ekki búinn að hreyfa sig. Hann er í stöðu þar sem hann er eiginlega bara held ég að sækja fritt kill. Þeir eru með einmitt þarna Crossfire, hann og Aishik. Þannig að þetta er eitthvað löngu ákveðið planað, en vil ekki Omni komið 15 kills, eru dominating. Komið núna og 3-4 þeir vita af þessu. Þeir vita er leikmenn fyrir utan. Það Ferda er búinn að heyra þetta, ykkur er búinn að kóla þetta út allavega. Þannig að nú er bara að vera að hanga og leita. Ferda veit hversu heppinn hann er að missa af honum þarna, eða óheppinn. Við erum núna með 4 lið eftir og Omni eru með 4 leikmenn eftir, eina liðið með fullmannað. Það þýðir að þeir fara bráðum blandast inn í þennan bardaga og þarna kemur að Omni strax með demant í Ísíp. Og nú eru menn farin að vera svolítið stressaðar þar sem Omni fara að keyra inn í compoundið. FC með einn líkan stendandi á hliðarlínu að bíða eftir ykkur. Þetta smókaði upp hérna. Stormur er að halda senast mann í NCFC. Þeir vita á hann þetta er ekkert eitthvað sem er að fara að taka í bakið. Það sýnist bara að þeir ætla bara að klára hann. Þetta er aðeins og löng. Aðeins og löng. En það kemur að og Omni eru þar með 4 lið fyrir fram sig og er frekar urtu síðan inn að berjast. Hvað er þeir með 16 kill eða? Það eru 20 kill í boði fyrir Omni í þessum leik. Þeir eru búin að vinna allt sem þeir þurfa að vinna úr þessum leik. 3-4 eru samt að gera mjög sterkar hluti. Hotdrop eru á
bara þessu ári myndi ég segja, þeir eru búnir að stimpla sig sem stertlið. Þeir eru það. Jú, ég er Já, sammála því. það má ekki, hér sjáum Þar er þessi staða sem hann er búin að halda. uppsetninguna. Já, hún borgaði sig. Oh wait. Squeeze that mission. Oh my god. Nei, ég trúi ekki að ég geta svona, ég trúi ekki að þeir fara svona inn í ringu. Þetta var geggjað. Það kemur hann inn á flegiferðarbílnum, tekur á hliðinni, nær klára einn leikmann sem er liggjandi og síðan kemur C4-ið og klárar allt í kring. Holy shit. Við fáum ekki eins og tíma til að reyna að Ég byggja veit upp instant replay á skjáum minn right now. Þetta var klippa og þetta voru þeir að gefa okkur entertainment Omni. Þeir með að taka það með sér heim en ekki bara það að þeir fengu 18 kill í þessum leik og fyrsta sætið. Tóku gjörsamlega hælatið af hotdroparna. Við vorum að reyna að byggja þá upp. Nei, það kemur bara, já, svona brandarar sem að mega að fara í gegn. En herðu, við erum að taka stutt á pásu. Það er stutt pása og einn leikur í viðbót áður en við tökum aðeins framlengdri pásu. En við ættum að vera með fína svona byrjunarstiggagjöf fyrir framan okkur. Við getum rennt yfir ykkur það hvar liðin standa á móti hvort öðru. Þó svo að allir geta giska hvaða lið er efst. En við rennum yfir það eftir smástund. Þannig að já, sjáumst þetta smá. Tíminn okkar, það sem að allt byrjar að gerast. Jú, þetta er einmitt það 15 mínútur sem þetta fyrir að sjóða allt upp úr. Og þannig eru Team Ice að detta út, náðu ekki koma. Niður 2, en ég eiginlega veit ekki hvort þið komast upp með þetta því að þá veit að kongar að nú er tíminn til að stræka og þetta er það sem þeir eru bestir í að það er rétt. Húsar svolítið niður. Krissi Kass mögulega fæði þeim inn í bakið á sér. Það er 2 leikmenn eftir í hliðamenn. Já, og Krissi er nokkla fett. Þetta er stóra skala. Einn leikmann niður og vísi líklegast hann er ekki. Lipp Mjúlrætar hérna, kemur sterkur tilbaka. Bye bye. Þess að hörfa núna í OPG-ið á kongum. Og hér er hann bara að fara að vera að spreyja niður. Það er búið að spotta hann sig. Hann er með C4! Hann er með nei! Hann getur gert þetta! Mér langaði svo að sjá þetta gerast. Hlaupa í áttina. Já, það var hitt major. Ég hef ekki rennt alveg yfir eftir listan. Ég man að voru ykkur 3 hlutir sem að stóðu út úr. Klikku neitt hérna fara á herra David, lendi beint á Old Dirty og... Hliðamenn eru að koma inn að sterk. Já, alveg svakalega. Hvað? Það er bara hannig. Það er bara hættulegasta liðið á vígvöllunum og ég held að það sé alveg öruggt að segja það. Það er svona frá mér aðna aðeins en... Stormur er búinn að vera vígalegur í öllum senustu mótum sem við höfum hort á. Ó, já. Algjör MVP. Sýnir það með stats. Sýnum, Vá, stoppar bílinn í leiðinni. Þetta eru 2 frí kill. Þetta var viðreiknin okkar í kvöld. Og nú er Þorgeir og Biker for Life aðeins að fara að skleikja sárinn á sig hérna. Og þar kemur það, já. Spreyja niður, klárast en lætur klára fyrir sig. Það eru kongar sem að taka. Það var insane setning. Linur, Stormur, finnur hann. Það eru hliðamenn. Skemmtilegt að sjá að spila svona utan þetta trends. Ekki ofta sem að barðarnir eru í svona alvöru stríðs uppsetningu en hér koma hliðamennirnir. Einn eftir, á ekki mikið eftir og hann að klára þér hann. Það er rétt svo ekki, en þannig kemur Stormur í third party. Ekkert mál, ótrúlega byrjandi. Hvað er Omni? Mættir hérna. Hliðamenn og trúðalæstin sem er eiginlega bara svona random faktorarnir en nú er voðalega lítið. Já, og við erum komin aftur hérna í Game TV á Twitch. Það er hérna 3. leikur að fara í gang og þetta er Rondo. Rondo er
1 mapp í kvöld og síðan kemur Taiko eftir það og svo 2 Miramar. Jó, Rondo. Sækir. Rondo, þetta er rafmagnsmappið. Eða rafmagsbílamappið, er það ekki? Nei, við erum í Taiko núna. Við erum í Taiko. Við. Þetta Þetta er er Taiko. Taiko. Við erum Þetta er öfugur Taiko. röð. Afsakið. Já. Ég man þetta ekki alveg, en það er alltaf sko Rangel 2, Miramar 2 og alltaf sitt megin, sem sagt, á endanum. Svo var þetta alltaf Taiko í miðjunni bara, en þeir fóru að henda inn Rondo og annars lagið og það tók bara 1 spotti af Taiko. En já, áfram gakk, við erum komnir í núna 3. umferðina í kvöld og eftir það hálfnaðir. Eru stigin komin í hús? Jú, það er væntanlega komist í hús og það er væntanlega, ég býst við að þið að sjá þetta hérna á skjánum hjá okkur í kvöld og þeir eru með Omni hérna, eru í sko 10. sæti fyrir annar leik, hendur sér í hvað í 1. sæti með 23 kills eftir 1 leik. Ég er ekki mjög fyrir að stiga töflu, þetta er allt ég að vera að reikna í hausnum. Ég er bara svo svalur, það er bara hann. Já, greinilega góður að reikna á the spot, ég er einmitt að hugsa það. Ég sé ekki upp bara að stiga þetta. Kongur í 3., Hot Drop í 2. og í 1. eru Omni. Þannig að Það er rosalegt eftir fyrst. Já, komandi frá engu í rauninni í rauninni. En þetta samt fyrir aftur í það sem ég sagði, Hot Drop, ok, standa sér vel, þrátt fyrir að þeir hafa svolítið tekið af þeim ljósið þarna í lokin líka, sko. En þeir voru í 4. sæti á undan, þannig að núna sóttu þeir annað sæti og þar leiti eru þeir eru ennþá í umræðinni. Hot Drop droppa hér þá á, hvað, er þetta svona skólasvæðið á þessum mappi? Hvað heitir þessi? Er þetta ekki svona verslunarklasi bara, eða hvað? Terminal. Einmitt. Það er Bus Station. Já, Bus Station. Bus Station, sko. Talandi Station, þá er Rest Stations komið líkin hérna hjá okkur í competitive seninu og það er Blue dæmi sem þú hefur séð allstaðar þegar þú ert að spila sjálfur með félaginu. Það er rétt. En það er komið hérna í competitive senuna og þetta getur náttúrulega, ég hef ekki setið í gangi núna hjá okkur í kvöld. Það er náttúrulega gefur frá þessu aldeilis læti og hérna sjáum við bláa kveikindið. Yndislegt þetta hérna. Til að einfalda það svona át af því að það er náttúrulega einhverjir hérna kannski ný andlit í kvöld en þeir sem hafi hort á Game TV áður og þá er þetta basically bara gúlækið nema það að þú þarft ekki að slást. En þetta er leið til að komast aftur inn í mappið með þínu liði. Tekur 10 sekundur. Þú þarft að fara að líkinu á leikmanninu þínum og taka upp eins og það er blue chip. Smetla því í þessi tæki. Já, er þetta eins og í Fortnite? Þetta er svona eins og í Fortnite. Já, þetta er í Fortnite, það er Bus Station, það er svona sem þú veist að basically ressaða mann og síðan er í nokkla líka í Battle, hvað er þetta? Call of Duty, það er einmitt, það er svona svipað system. Já, gúlækjana, já, þetta er svona... Það er gúlæk að þú getur líka sko spána gæja sko. Já. Af sko Battle Royale leikirnir, þetta er rosalega mikið Battle Royale dæmi, en fyrir leikinn sem að svolítið svona setti upp Battle Royale, þá er þetta fyrsta skipti komið í komp hérna. En já, það er þetta góða punktur, þetta er ekki mikið nýtt. Bara ekki fyrsta ég er ekki í fyrsta leiknum sem við hérna horfum allan á, þá varð ég ekki var sjálfur við þetta að gerast. Þetta er eitthvað sem að sko, við þurfum að hafa í hug og við sjáum kannski leikmenn dett inn en við sjáum það ekki dett inn. Nei, alls ekki dett út en sjáum þá ekki detta inn. Ég er að spá hvort að við heyrum í öllu þar að segja. Þetta ætti að breyta þessu meta sem við erum að tala um er að þetta er metabreyting. Þú veist, þegar þú droppar niður, þú getur tekið fight og verið ekki hræddur að missa 2 leikmenn. Já, algjörlega, þetta er virkilega góða punktur. Þetta er eitt bara bullet point sem ég glemdi á hann. Þetta er risastórt meta change út af því að já, þetta býður upp á að geta ressa. Situational, við erum alltaf að tala um leikmenn eru örugglega miklu, það gengur í báðar áttir. Það er leikmenn líka að fara að halda blue chip dótinu og svo framvegis, þannig að já, en þú lendur náttúrulega bara í bæ með blue chip gæja og sem fara að fæta þau
að þú nær Jú, færa jú, það, jú, jú, jú. bara gera einu bæ. Ég veit hvað þú meinar. Að í rauninni tvö lið sem lendir saman bæ, eitt af þessum liðum ætti alltaf að geta farið með alla sína leikmenn í burtu. Þú getur svolítið horft á það þannig. Já, Hvort sem að endar á því að tveir verði kláraðir eða ekki, að þá eru blue chipin þarna liggjandi. Ekki nema að þriðja liði komi inn, en hér getur við séð bara fyrsta dæmið. Eða ef þeir stela blútsipinu af hinu liðinu. Svo er það. Það er Við erum hægt eftir að sjá. að stela og fela það. Svo skemmir leikinn fyrir mér. Finnast í heimi að taka sér blue chips og fela því. Er einhverju fleiri geggjar hugmyndir til að eyðileggja fyrir öðrum liðum, skrifa það í chatið, við erum að leita þeim öllum. En hér er ákveðið að initiata kúkið, það er þá bara fartaði hefst núna, þeir eru farnir inn 3-5-4 á móti hot drop á toppnum 3-5-4 aðeins hérna undir, þeir eru með allt svæði fyrir ofan en þeir eru komnir inn í byggingu. Við sjáum kannski fyrsta dæmið hérna að nýta sér blue chip dótið, geti trúa því ef að annarkvort liðið heldur öllum leikmönnum, en ekki með seinni neitin eða hvað er þetta, smók? Já, smókur upp á þak. Þetta er blúsum. Ég er ekki mikið þarna. Blúsum Grenades eru, ég held að sé ekki vannmyndin á þessu stíð, en mér finnst þau vera vannmyndin í leikjunum sem ég spila. Já, takk. Með beinum orðum þá, já, á ég að taka upp Bluezone neitinnar, ég heyri það. Þetta er alveg. Þetta er rosalega gott þegar leikmenn eru að fela sig inni og svo framvegis, innan hús en eins og kasta upp á þaki, ekki alveg þar sko, þar tekið neitina frekar. Svona ákveðin rottubanni sko. Algjörlega, bara best orðað. Þetta er rottugildran, en það er komið hérna emergency drop, hot drop búinir að smetla því upp og eru held ég bara að fara að koma sér í burtu. En 3-5-4 eru samt ekkit í stöðu þar sem þeir líka sjá þetta, þeir vita, svo er það. Þannig að það getur verið að 3-5-4 endi bara á því að tímasetja þetta eitthvað. Mér finnst eitthvað svo erfitt að tímasetja þetta sko, þetta er alveg bara... Já. Ég náttúrulega ekki þarna að keppa, en ég er alveg eitthvað, Það fá þá ekki allir að fara í burtu. Það fá ekki allir að fara í burtu þar. Það fær enginn að fara í burtu. Þeir hótuðu allan með þessu og þeir rauninni tóku smá sigur út frá því. Gúi hérna er virkuverstir. Fjúta komið niður líka. Og þar eru 3-4 hérna að taka 1 tilbaka og 2 metrar drepinn. Þeir líka það niður hjá. 3 afsakið og 1 dáinn. Og 3-4 Þurrka út heilt lið. Ágætt start og núna eru þeir með respawn station hann að hliðinsur og ættu því í raun að fara beint að resan. Eiga geta gert það, við fylgjumst með því á mappinu, við getum séð líka bara Alive 67, hvort að talan hækki. Þetta tekur allt tíma, en við förum yfir á kannski bara aðalegina núna, er mikið að vera þar, við sjáum hérna, hvað eigum við að velja Ágúst? Hvert eigum við að fara? Herðu, brúin, við erum að fara yfir á brúna, við erum að fara að fylgjast með hverjir er að kampa brúna hana hinum megin. Er þetta Trúða pestin sýnist mér og Ice eru fyrsta fórnarlambið hérna á brúnni. Þetta er pestin. Senda einn mann, þetta er svona skátinn. Nennir þú að fara fyrstur? Og fyrsta skot og það er rauninni bara að cancela þessari ferð á stundinni. En þarna er leikmaður eiga hinum hérna brúnni. Það er bara fleiri ferð. Og það er Panzer sem tekur hann út. Lord Brosev. Lord have mercy on your soul, sko. Tók ég eftir einu þarna að... Nei. Býttu, er maðurinn komið tilbaka hjá þeim? Hot dropinu? Nei, ekki ennþá. Var þetta ekki 66 áðan? Þeir ressuðu sko. Og það er bara núna í bígerð eins og við segjum og kemur hann í... Já, þeir eru búin að nota blóðsunu, ok. Þannig að það er 1 mínúta í rauninu recall, nei þarna 8 sekundur. 8 sek,
þá bara forvitni, Alive 66, Alive 67, já, Aha. bara svona til að, ég meina þetta er bara fyrir mig, bara fyrir framtíð, þá veit maður það, ok. En hér kemur hann 2 metrar, aðeins lengra í loftinu heldur en 2. Haha, við þurfum ekki að fylgjast með honum, er ekki nóg að vera á eyjunni, við getum farið aftur á brúina, það er ekki ennþá búið, Team Iceland þarf að fara þar yfir, nema við finnum eitthvað annað í gangi, þá bara bendu okkur það action strax. Gíska, þá er Fullgrad bara plaffaði niður hérna að ofan, það er Omni hverjir aðrir. Omni eru bara komin allir í hlíðinni baki á honum og Heyrðu, byttu Demantur. Og Demantur er með rosalega flakkina. Nei, hann er í... Ó nei, ekki þetta. Hann er alltaf... Það sem að þú myndir hata... Þetta er huge, þetta er líka bara... Já, svo er það, hann þarf ekki einu svona að fara í þetta. Því lengur sem hann hengur þarna og þeir veit ekki af því, þá eru þeir bara að gefa upp fritt info. Kvissi og Krimmi geta bara... Hvar er þriðji leikmaður hjá Trúða lestinni? Hann er farin í svipað dæmi. Fleiri með þessa hugmynd, greinilega. Kann að meta það. Svo dreifðir hann í Omni í hlíðinni, ólíklegt að nái hann niður. En þar er Demantur búinn að gefa sig upp. Hann náði smá skaða á hann, Nathan hefði getað klárað eitthvað 20 HP en hann kemst í burtu. Byrju, ég segi það, Krimmi, að ofanfrá, nær honum. En þarna ætti X-Helloworld að geta séð aðeins í hann mögulega. Þetta var gullfallegt. Þetta var hver einasta kúla neita damage var til þess að hann var tekinn. Hann hefði sennilega komist í burtu bara eftir þessi 2-3 skot sem voru þarna. Allt telur, en Eisgeir, nú einn af 2 leikmönnum í trúðlistinni, þeir eru bara búin að gefa þetta svæði frá sér, Omni eru búin að hertaka það og eiga það bara alveg, vita það sannlega núna. Þeir eru svona ennþá að díla við leikmann einhvers þarna. Hér sjáum við Redzone á Next Level Gaming Blue sem eru kannski ekki búin að gefa upp sína stöðu. Þeir eru að vísu innan hús, ok. Tók ekki eftir því, en... Sem mér finnst líka ekkert mega sens. Ég væri til í að sjá Collisional Redzone á húsin. Eða það myndi gera svipað damage og C4-in í gegn. Já, hver að segja mér að þetta sé ekki eins og brjóta C4, sko. Eða hvað? Sko, hvað er Redzone? Þú veist, hvað er verið að skjóta? Það er ekki verið eftir því. Ég meina, kannski er þetta bara einhverja rakettur. Já, held ekki. Nei, held ekki heldur, en þú veist. Það er ekkert nuclear zone, það er ekkert C4 zone. Þetta er bara, þetta er grenades bara. Ég skal setja mig það. Þá finnst mér að vera nokkuð ásættanlegt damage, sko. En ég væri til í að sjá svona collision á húsunum, sko. Það væri svakilegt. Já, ég væri til að það myndi svona allan að fá gutt í sig, sko. Denta og, já, eitthvað. En hérna koma þeir bara beint inn í Redzoneið, inn í Hlamblet. Og Hlamblettur eru allir inn í húsunum að bíða þetta Redzone út. Taka strax út bílinni og það þau í... Lúsin hérna yfir, kosta grallara og rétt svo tekið niður og hann kemst inn. Það er Agent Zero hérna komnir. Eitthvað verið félagur í fressan að íta í aftan að þeir. Hann er 5 HP! Og tekið niður, treyta og leikar eftir og það er 1-6 shot, en 1-6 shot er einn sem að tekur þetta. En þar koma fressið hann á hliðalínni, eru tilbúinir að kíkja inn. Þeir eru í aftan að þessu. Byrja að skjóta niður. Í Redzone. En þar koma þeir og hlaupuð hörfuð tilbaka. Herru, nú vil ég sjá Redzone, Ingi Ditto, hann getur fallið í Redzoneinu. Mun það gerast. Ingi Ditto, fyrir bara aftur yfir á hann, fylgist með honum. Stór hættuleg... hann komur úr Redzone, ok. Ég vil sjá Redzone impacta svona game-breaking, sko, en... Rosaleg grensa hann, 10 HP sikru leikumennum hann upp á þækinu. Og... þessari... En Hottur er í
vondum málegin á mótið Next Level Gaming Blue sem eru með á alveg, veit að nákvæmlega. Og þessar grensur eru hérna að gera stóran skaða yfir á mótið. Það haldur bara áfram. Mótum flössum. Þeir vita hvort öðrum, er þetta ekki bara sko hot drop eru döður, er það ekki? Er þetta ekki bara Það er C4 allan í gangi hérna. Já, þetta er, ég held þetta sé gott sem búið á hot drop. C4-ið Og C4 tekur líka 2 út í Next Level Gaming. Nei, Next Level Gaming tekur bara hann út. Já, tekur það út, já, það er rétt. Það er bara, það virkaði, ég minnst magnað að hafi teikt sér svona mikið. Þetta er risa stór spreng. Þetta er bara, ég vissi þetta væri vanmetið, en ég vissi ekki hversu mikið vanmetið þetta er. Ég held að C4 sé bara, ef þú finnir það þá tekur það. Ég held að það sé bara það important utility. Situational, en veit ekki hvað tekur það mikið í spottið? Er þetta hérna, hvað tekur, við hlýðum á greinu? Mér finnst að þú getur nokkla bara nota bílan sem kistu, sko. Jú, og náttúrulega hefur það bara þar. Ready to go til að hræða þessu út. Nóg eftir hérna samt, við erum komin 15 mínútur inn í leik og 15 liðir ennþá standið eftir. Garrigo er að fara að falla hérna alveg niður. Brósef horfður bara á hann komið sér í burtu en ekki nógu langt. Hann sé bara lút. Hann er svona herfangstrísill eins og ég segja. Hann sleppur í vondri stuðan á miðju túninu. Erfið staður að taka yfir hóðum. Við séum Next Level Gaming Blue í þessu. Úlfur eru þannig að hliðalíninga en ekki alveg mjög nálega. Þeir eru að gera mikið. Góð bjólar til það. Er það ekki? Nei, hún bjólar ekki. Það er þetta hliðamenn út núna. Það er að sitja á bekknum meðan þessari lótu klárast. Þeir eru ennþá samt búinir að gera góða hluti og... En hérna kemur Lippmjúlar, þetta er beint á móti með flægur. Leikmann tekur á móti og þar kemur næsti. Serfmann er ekkert að séðan hann í gransinu. Stórhættur að strefna. Ákvist þetta er að hvíla sig hana. Level 11 kemur með smá SMG kompakt hérna til að taka. En Coolbeans, Oldbeans eru einu leikmann eftir með, hvað erstu með? Kar og M4, já, ekki M4, þetta er Ace. Ace, eða ekki, jú, þetta er Ace. En Serfmann, hann ætti að ná einu resinu upp hérna og einn leikmann komin upp. Allir leikmann ennþá ekki dánir hérna hjá Hlambletti. Og hann spottar. Og Hlamblettur eru núna, þeir eru nú bara búin að vera frekar solid hérna í fyrstu leikjunum. Ái, verða að hlaupa inn, verða að skilja ykkur eftir, þetta er upp á líf og dauða, þessi hringur farin að skaða mikið, Serfmann nær að koma sér inn í hring, Doll og Muna að koma sér inn í hring, en verða þeir skotnir á leiðinni inn í hring, það er eiginlega eina sem er að trufla á núna, því að þeir verða bara að hlaupa og þeir eru spottaðir. Og þetta er stórhættulegt, nú erum við bara að fara að fylgjast með mönnum hlaupa og manni skjóta. Engin pressa Huxley, það er ekki allir að horfa þig. Jæja, hann er búinn að gera nógu gott úr þessu og meira segja hyggst bara klára hann frekar heldur en að sækja seinni en hann getur ennþá sótt sér seinna killið og tengir ekki við það er einhver annar sem klárar hann, það er það. Og þar eru þá Next Level Gaming búin að heyra hvar úlfar eru og snúa sér beint af þeim. Og úlfar eru þar kláraðir en það er pestin. NCFC eru hérna á hólum á móti Next Level Gaming núna og Exicon ætti að vera að taka á móti fyrsta leikmanni hérna í Manic eða Jellyfish og spotta þá. Nær þarna
Jellyfish niður, alveg niður. Hýla sig og verður til að ná að hýla sig áður en hringurinn kemur að honum en nær hann að hlaupa í burtu því að nú er Next Level Gaming með línuna á hann og meiri segja eru þeir að senda einn mann á mótonum. Exicon er að fara að deyja. Jenga er að koma upp á hæðina hérna og hann er reynda búinn að heyra í honum. Omni eru fallnir. Kóngar eru að taka Jellyfish út og eru að falla inn í þetta. Nú er Next Level Gaming í vondum málum að það sem þau hafa komist inn í hring og með Kónga í hinum einu að taka á móti þeim. Sömulegis með Nicholas Cage Fan Club, þeir eru með bara vonda stuðu þegar koma inn í hring en þeir ætla að reyna að ná Next Level Gaming fyrst. Góð grensa. Nei. Það hringur. Ég er ekki viss að vita hann sé einu sinni dánaður. Það er eins og það hafi ekki vitað að það væri inn í hring. Og Nisos eru hérna eliminated 10. lið sem dettur út og þá 9 lið eftir. Nick Cage Fan Club koma sér inn í hring en það er Next Level Gaming 1 leikmann eftir sem komst inn í hring og svo er það Kóngar sem eru hérna í hlíðinni að taka mótið. Þeir eru reynda smá dreifðir og eru að horfa hérna á FBI, dreipa FS og eru svona með það í siktunni líka. Og þarna koma Kóngar og skipta sér af, Manik með 2 HP. Manik, ef hann er að halda sig lifandi einhvern veginn, hann er bara að spila fyrir placement núna. Þá er hringurinn að fara að hreyfast núna eftir 9 sekúndur. Og þetta er bara vont fyrir Omni menn og NCFC sérstaklega. Kóngar með þægilega stöðuna. Geta tekið móti hverju sem er að labba inn. John CGR er hins vegar alveg við það að deyja. Næra hýla sig aðeins upp og þetta sem var frambarið stuð NCFC. En það er Manik að vera tekinn út á móti Kóngum og Next Level Gaming er þá dottið út. 18. lið sem dettur út og þau 7 liðið eftir. Eitthvað segir mér að Nick Cage Fan Club verður með þeim næstu lið sem dettur út og þar með leiðandi dettur Exicon niður á hnjá og síðan ætti að fara að klára það. Vodka Lover 1 eftir. Nú myndi ég segja að Next Level Gaming, Kóngarsi eru hérna með áberandi góða stöðu, en eru það líka hérna menn slíta út fyrir að vera með fína stöðu líka. Komast yfir topp 10 í kvöld. Til hann ekki með það. Og Stormur tekur skot á sig núna 8 kills á Omni en þeir eru búin að missa Storminn, virðist vera. Hann er ekki búin að vera að gera klikkaða hluti í þessari lotu, hann er ekki með neinn kill á sér ennþá en hann á aldrei að taka Storminn út, hann getur mætt hvern sem er á Íslandi. En Kóngarnir hins vegar, þeir standa hérna 4 leikmenn saman og þeir eru það fyrsta sem Omni þarf að mæta og eru þeir að gera góðan skaða hérna með þess að fæla það inn í hringin og þannig eru þeir búin að missa einn sterkan mann strax út frá sér. Diamantur, Stormur og Krimmi núna 1-3 eftir hjá Omni sem að er núverandi titilhaldarar, ef þú vilt kalla það. En þeir eru hægt og rólega að falla hérna nú aðeins 2 leikmenn eftir, 1 eiginlega bara eftir. Diamantur er nú þegar dánaður og hann er að fara að klárast. Það er bara Kimmi núna eftir fyrir Omni. Hann er að lappa beint og OPG-ða á Syntax og félögum. Synek er að halda alveg væntanlega línu líka. CTR er að náttúrulega alveg að píkja þetta aðeins. Hann spottar hann fyrst af mann, Arrow. Þeir veitum meira núna hann heldur en hann veit þá. Það verður hann alveg í raskatuna að þeim. Ætti hann á einu niður. Nei, hann er tekinn út og Kóngar er komið 10 kills. En nú þurfa Kóngar að færa sig upp í hlíðina. Það er að styttast í hringurinn fara að lokast eftir 50 sekúndur. 20 sekúndur segi ég. Og þau eru ekki með einn stæla stuð þá. Omni er með fína stuðan uppi, getur komið sér inn í hring auðvitað. En hann ætlar að reyna að berjast eitthvað við þá og tekur fyrstu skotin. Ætlar að reyna eitthvað cheeky. Það er einu fínum skotum. Hann er með lítið líf eftir samt nær öðrum að reyna Synek og hann klárar af Kóngum þegar Syntax tekur hann út. En það var spurningin, er hægt að ressa?
Við erum með 3 leikmenn, 4 leikmenn eftir á Team Æsland og við höfum alltaf talað um það að þetta eru reynslu boltar þó svo að þeir hafi ekki verið að standa sig vel í síðustu mótum að þá er þetta aldrei lið sem hægt að afskrá og þá er Blue Chip Real System blocked, sá ég þetta næstan fram. Yes. Það er kannski út frá sóninu eða eitthvað svoleiðis en það er verið að skjóta á Svato, Dabba, Greif, einn maður eftir þetta og ég veit ekki svona 25 hestöfl á honum en nú enginn, hann er bara lagður út í kant og þetta eru síðustu 4 liðin fyrir framan okkur, það er Team Æsland eins og ég nefndi, Kóngar, Hraunbitar og Hype. Það voru Omni ekki að fara að sækja sér fleiri stig í þessari mótu, reyndar alveg stigaháir en þetta er leikurinn sem einhver annar fer með í kvöld og hér er verið að stilla upp C4-nu og þetta held ég verið bara þeman í kvöld. Það virðist vera fleiri en sem eru með þessa hugmynd. Elska allir þessa hugmynd og ég er alveg samlagi. Hins vegar ætla ég bara að skilja eftir hann að sýnist mér. Já, þetta er bara eitthvað distraction. Og ég eru Hraunbitar hérna 4 leikmenn eftir með 4 kills á móti Ice sem eru með 4 leikmenn ennþá, Kóngar líklega stærra með 4 líka. Og Hype er að missa annar leikmann út og 1 eftir. Hype að þeir vinna í kvöld. Mjög hæpið. Team Æsland með alla sína leikmenn aftur lifandi, ressaðir upp. Það er ennþá sjens að sjá kóngana alla koma upp líka, þannig að þetta gæti verið 3 fullið sem að enda hérna í lokaring. Hype allavega missa sinn síðasta leikmann þannig að þeir ná ekki að tryggja sér auka sæti í viðbót nýja kill en geta samt verið sáttir með að komast svona langt mótið þessum liðum. En Hraunbitar Noraldinho ætlar að fara fremst í hérna og ætti að spotta hérna í Syntex vinstrina minn. Gerir það. Syntex allavega kólar út að hann er hérna bara liggjandi á sér. Þá kemur einmitt mollin niður og hér kemur flass eða eitthvað svoleiðis. Þeir vita alveg af honum, það er verið að gefa út allt kólið. Hann er ekki að koma neinum á óvart. En það er nokkla verið að halda væntanlega Ronaldinho baki þessu. Erum með gott cover þarna. Sníki hotnanna hjá Arrow. Heyrðu, þetta er bara að virka hjá þeim. Þeir eru með overview þarna hjá Hraunbitum og alveg þetta er að virka. Þeir eru að ná að íta á móti Arrow. Arrow hefur mjög góð moment í flötsum. Virkilega vel spilað hérna hjá Hraunbitum. Ángríns, ég held þetta væri, mér fannst það. Virkilega vel spilað. Ég held þetta væri bara svona græðki, en þetta var allt út hugsað. Hann átti að vera maðurinn sem var neðarlega í hæðinni. Við höfum séð þetta áður. Það eru mörg lið sem eru með svona, það virðist vera svona playstil sem að almennt leikmenn fylgja eftir þegar kemur á svona. Þú veist, einhver þarf að sækja, einir þurfa að vera með overviewið eða kannski tryggja það að lið fari ekki allir í eitthvað mítgrandir. En nú er Noraldinho í longrange spartaði hérna á móti Namano. Namano búinn að spotta hann og taka hann einu sinni tvisvar. Noraldinho næst að hífa niður. Herru, jú, það er rétt. Nær henni killi, en það verður ressað. Hraunbitar hafa ekki hérna fríðindan að geta ressað neitt núna. Þeir eru 3, en hvað situr Team Æsland með mörg kill? Við erum 8 kill á móti, skal að vera 6 kills, ok. Bæði lið að fara með bara flottan lista út úr þessu. Það gæti verið 10 kill á Team Æsland eða 12 kill á Hraunbitum. Ætla Team Æsland að brjóta á sér hérna þetta slöps þeir í og koma með fyrsta chicken þeirra í langa tíma eða eru Hraunbitar að fara að taka æðiskast og éta það alltaf upp. Ég tekur hérna fyrsta leikmann út á Hraunbitum, annar út á Alfred og nú eru Ice að stikla sig heim. Winner chicken dinner til Icelands. Congratulations og velkomin tilbaka. Eiginlega bara að segja, velkomin tilbaka. Þeir spiluðu þetta styrtilega þarna í lokin og hann var að kvarta á hann og bara sagði við okkur í gær að bara við erum ekkert búin að spila vel undanfari en ég meina þetta er nú allavega
Það gefur þeim ágætt launch control þeirra vegna vonandi í restina mótinu en það helmingur eftir eins og við nefndum áðan en í þetta skipti ætlum við að taka aðeins lengri pásu, nú þóri ég ekki að segja hvað hún er löng, hún er ekkit eitthvað svakaleg, þetta er bara 10 mínútna pása eða eitthvað svoleiðis en við förum í kannski stuttli og nú, þetta er svona hugsað út fyrir leikmennina en já, enn og aftur, það er nóg eftir og við förum næst í Rondo. Rondo hefur verið skemmtileg svona tilbreyting á hvernig mótið er uppsett og verður gaman að fara líka yfir hvar liðin standa þar á móti hvort öðru út. Við verum að sjá ekki bara þessi nöfn sem að standa alltaf út úr, nú erum við að sjá önnur lið detta inn með og þetta býr bara til skemmtilegt svona umhverfi þegar varðar competitive. En já, enn og aftur, þá ætlum við að taka stutta 5 mínútna pásu og við höldum síðan aftur áfram eftir það, ekki fara langt. Tíminn okkar, þar sem allt byrjar að gerast. Jú, þetta er einmitt það 15. mínúta sem þetta fyrir að sjóða allt upp úr og þannig eru Team Ice að detta út en náðu ekki koma niður 2 en ég eiginlega veit ekki hvort þið komast upp með þetta því að þá veit kongar að nú er tíminn til að stræka og þetta er það sem þeir eru bestir í að það er rétt. Húsa svolítið niður Krissi Kass mögulega bækið minni bækið á sér það er 2 leikmenn eftir í hliðamenn já og Krissi er nokkla fett þetta er stóra skala einn leikmann niður og vísi líklegast hann er ekki Nick Mulerættar hérna kemur sterkur tilbaka bye bye þess að hörfa núna í OPG á kongum og hér er hann eiginlega bara að fara að vera að spreyja niður það er búið að spotta hann sig, hann er með C4 hann er með nei hann getur gert þetta mér langaði svo að sjá þetta gerast hlaupa í áttina já, það var hitt major ég hef ekki rennt alveg yfir eftir listan ég man að voru ykkur 3 hlutir sem að stóðu út úr klikku neitt hérna fara á herra David lendir beint á Old Dirty og hliðamenn eru að koma inn að sterk já, alveg svakalega, hvað það er bara hannig það er bara hættulegasta liðið á vígvellinum og ég held að það sé alveg öruggt að segja það er svona frá mér aðna aðeins en Stormur er búinn að vera vígalegur í öllum senustu mótum sem við höfum horft á ójá algjör MVP sýnir það með stats sýnum, vá, stoppar bílinn í leiðinni þetta eru 2 frí kill þetta var viðregnin okkar í kvöld og nú er Þorgeir og Old Biker for Life aðeins að fara að skleikja sárun á sig hérna og þar kemur það, já spreyja niður, klárast en lætur klára fyrir sig það eru kongar sem að taka það var insane setning Linur Stormur finnur hann það eru hliðamenn skemmtilegt að sjá að spila svona utan þetta trench ekki ofta sem að barðarnir eru í svona alvöru stríðs uppsetningu en hér koma hliðamennirnir einn eftir á ekki mikið eftir og hann að klára þér það er rétt svo ekki en þannig kemur Stormur í third party ekkert mál ótrúlega byrjandi hvað er Omni? Mættir hérna hliðamenn og trúðalæstin sem að eru eiginlega bara svona random faktorarnir en nú er voðalega lítið já, nú alveg örugasti. Það er pestin læðist á honum eins og öllum Íslendingum virðist vera. Hún er búin að læðast þér í dag eða ekki? Jú, hún er læðast hægt og rólega að mér. Hægt og rólega, en látið það ekki draga okkur niður og spurning hvort að Kvissi gerir eitthvað svipað. Hvort að hann nái að halda sér örugum hérna. Bara í sótkví upp í þessu húsi. Það kemur glæst og klárar hann. Já, hvar kom, ok, góð neitt. Sven Tökki neitar eitthvað staðar innan hús og það er bara nóg til að taka þá út. Þá eru þeir 10. liðið út af fyrst tíminn okkar, þar sem að allt byrjar að gerast. Jú, þetta er einmitt það 15. mínúta sem þetta fyrir að sjóða allt upp úr. Og þannig eru Team Ice að detta út, en náðu ekki að koma. Niður 2, en ég eiginlega veit ekki hvort þið komast upp með þetta því að þá veit að kongar að nú er tíminn til að stræka og þetta er það sem þeir eru bestir í
að það er rétt. Húsa svolítið niður. Krissi Kass mögulega fæði liðamennu baki á sér. Það er 2 leikmenn eftir í hliðamenn. Já, og Krissi er nokkla fett. Það er stóra skala. Einn leikmann niður og Vísi líklegast hann er ekki. Lipp Júlrætar hérna, kemur sterkur tilbaka. Bye bye. Þess að hörfa núna í OPG á kókum. Og hér er hann bara að fara að vera að spreyja niður. Það er búið að spotta hann sig. Hann er með C4! Hann er með nei! Hann getur gert þetta! Mér langaði svo að sjá þetta gerast. Hlaupa í áttina. Já, það var hitt major. Ég hef ekki rennt alveg yfir eftir listan. Ég man að voru ykkur 3 hlutir sem stóðu út úr. Klikku neitt hérna fara á herra David, lendir beint á Old Dirty og... Hliðamenn að koma inn að sterk. Já, alveg svaka. Það skipti. Alright, þá höldum við áfram. Komin úr þessari stuttupásu, vonandi eruð með eitthvað gott að drekka, er búin að fá okkur að skvetta úr sundinu og þetta helsta, þið þekkið þetta. Við allavega nýtum tíman að gera það sama. Þetta eru langir leikir, en þetta eru skemmtilegi leikir og það er ástæða fyrir að við erum konur hérna í 100 manns að horfa. Það er bara, mér finnst það alltaf magnað hvað tölvuleikir yfir höfuð bara ná til margra. Það er meðal mig, en þetta er 9 tímar og við þökkum enn og aftur Game10 fyrir að pikka okkur upp því að þeir eru bara að styrkja okkur betur og við viljum gera það sama. Við plönum, ég ætla að nefna það bara hérna í gegn, við plönum í framtíðinni að vera meira í stúdíói og þá sérstaklega fyrir stórmeistaramóti sem verður haldið í desember. En við vinnum okkur að því að koma okkur niður í stúdíó og gera þetta svona flottari vöru fyrir ykkur heima sem að eruð að horfa og enn og aftur bara takk fyrir að styrkja okkur þannig að með því að horfa og endilega nýtið ykkur þá sponsora sem að eru hér á baku okkur og líka bara ef þið viljið taka þátt að þá getur hver sem tekið þátt ef þið hafið áhuga, viljið eigið vini sem að vilja komast í liðið, skrá okkur í næsta mót, 100%. Það eru allar upplýsingar hérna einhvers staðar fyrir fram okkur, við fáum admin til að peista það í chatið og svo framvegis. En það er annað sem ég ætla að nefna, Ágúst, enn og aftur, bara ítreka það er að þó að við sem að horfa á 1 af 4 mótum í kvöld, að þá telst þetta allt upp, stigin sem við erum að horfa á, eða ekki? Jú, þetta er þess að ef þú ert í fyrsta sæti í kvöld, þá fara 180 stig í stigatöflunni fyrir stór deildina sjálfa. Já, þú færð það í deildarstig fyrir sem að leiða að loka kvöldinu. En já, það er sem sagt getið fengið þennan, ég ætla bara að copy-pasta þetta, ég veit ekki hvort það, þetta er bara hendi hérna inn á chatið, vona ég megi það, nei, má það ekki. En það er EPL, EPL, ESL, þetta er alltaf flókið fyrir mig, þetta er lesið upp. EPL, ESL.netlify.app og þar getið þið fundið allt íslenska PUBG líkið, reglur, hvernig á að skrá sig, hvað eins og sagðir hvert sæti gefur og hvað hvert sæti gefið mikið í stig sem að stýrir því hverjir komast inn eða qualifya fyrir lokamótið. Og það eru bara 16 lið, en þó svo að þið séu ekki skráð í mótið í kvöld eða næsta, jafnvel þar næsta, að þá skrá ykkur í móti eigið ennþá sens á því að komast inn. Bara betri skráning, betra fyrir alla, gangi ykkur vel. Og við höldum áfram á leikvöllunum, það er núna í Rondó sem hefur verið nýtt svona inn hjá okkur og þetta er ekki mikið spila map, en hefur nú verið það í síðustu mótum hjá okkur, veist? Eitthvað allavega. Jú, þetta hefur alltaf verið hérna, síðustu mótinu okkur og finnst það alltaf gaman að koma hérna inn í Rondó og sjá hvað er að gerast. Þetta er svo allt öðruvísi map heldur en hinn myndi ég segja. Ég myndi eiginlega segja að, mér finnst eins og sko, það er rosalega erfitt ég segi kannski ekki, þetta er rosalega erfitt að keyra á þessu mappi eða á götunum og svona, en þú veist, offroad í þessu mappi, það er svo mikið af svona pollum, það er svo mikið hægt að sem að geta skemmt fyrir þér. En mér finnst almennt bara fólk vera meira fótgangandi sko þegar það er komið inn fyrir hring. En þetta eru staðirnir sem að liðin alltaf lenda á og
Ætli fyrsti bardaginn verði ekki bara hjá Test Track? Ekki 3 lið sem að lenda þar? Ergo er þarna fastur 2 lið. á móti Omni. Er komið, hvað segirðu? Nei, Omni Nei, sýnist þeir alltaf bara að skilja þetta eftir og fara bara eitthvað annað. Þeir taka Bailey og lúta það sjálfur. Hringurinn er mjög suðaustan megin á mappinu og lítur út að það verður svona lægði yfir landinu. lægði yfir landinu með köflum. Ég hef komið uppvarsli hérna inn á 2, Omni ennþá í fyrsta sæti og það eru þá 43 stig á þeim. Strax á eftir eru Kóngar 36 stig þar. Þannig að munar 9 stigum, ekkert svaka stökk, en svo kemur samt alveg stökk og þar í 3. sæti eru Hot Drop sem voru nummer 2. Þeir eru með 24 stig. Þannig að ef við horfum á, sko, fyrstu 2 sætin eru innan League of Their Own eins og er. Samt ekkert sko, það er nefnilega liðið það sem að geta stokkið upp eins og Hraunbitar og Team Iceland sem eru núna í 4. sæti og 7. sæti. Bæði þessi lið hoppa upp 8 sæti og 10 sæti og það er það sem ég meina þegar ég segi að við getum ekki bara gefið Omni og Kóngum loka titilin strax vegna þess að það getur svo mikið gerst. Við sáum Hraunbita, afsakið hliðarmenn, komast í topp 4 í fyrsta leiknum sínum og í seinni leik voru þeir fyrstir að detta út, þannig að það er rosalega mikið inconsistency, sérstaklega þegar við erum að breyta milli mappa líka og við erum að fara núna yfir Rondo, svo þar á eftir erum við með 2 síðustu möppin og það er Miramar. Annar hliðarmenn þar er MC Man. Hann er hérna fastur með Omni, ekki vænleg staða, 1 HP. 1 HP. Þannig að það er auðvitað búið að skjóta og mér sýnst bara að vera að leita á honum. Þarna breytir hann glugga líka, þannig að hann er bara að gefa allt upp. Það er bara run. Heldur að komast í burtu? Já. Svo dofnu svæði ennþá. Þeir eru nú alveg að breyða sér sko. Bíll, ekkert, hann þarf að hlaupa. Þetta er svolítið hættulegt. Jú, ég held að sleppi þetta. Það er langt þangað við sjáum eitthvað nýtsamlegt gerst frá þessu leikmanni sko. Ég held ég fatti það núna, hann er komin í burtu, en sjáðu ekki hvert hann er að þurfa að hlaupa. Nefnilega þú veist, það er langt í næsta hóp. Já, hann er eiginlega að fara, sko, hann er eiginlega bara að hlaupa til að leita sér að bíl og hann finnur hann að minnstakosti þarna fyrir fram að sig, einhverju jeppi eða eitthvað. Þetta er ekki bíl. Býtu, er þetta ekki bíl? Hann þarf bara að hlaupa og hlaupa. Býtu, hann er að fara að hlaupa þessu bíl, þetta er í alveg ekki bíl. Ok, ég sé það núna. Ég sé það núna. Texturinn gefa það yfirleitt. Og hér er mann hlaupa fram hjá okkur. Cinematic, sko. Alveg. Þessi maður veit ekki að hann sé mynd núna. Þetta er hérna... Við höfum tíma til að brenna, það er engin bardagi yfirleitt í byrjun sko. Herðu, segi ég það og þá getum við farið yfir á Svato. Þetta var bara, ég eiginlega skaut mér fótinn þarna. En almennt gerist ekkert í byrjunni, en það er hérna strax sjáum við bardaga. Við erum þá farinir yfir á trúða pestina og hver var það sem að skauta hann? Það er Agent 000 sem eru hérna á móti þeim. Usbek er einmitt skotið niður af, held ég, trúða pestinni. Og drefin. Þetta er eitthvað langt frá. Já, þetta er eitthvað svona long distance fight sem við erum að sjá. Þannig að já, akkurat þá endur tekið það sem ég meina þegar ég segi þetta, yfirleitt gerist ekkert í byrjun, nema þá eitthvað svona... En, nú erum við með hérna Lord Brose að fara að lappa beint í OPG-ðu á XXX hliðinur og hliðamenn mögulega að fá hérna auðvelt kill. Hann heyrir í honum. En það er steppi sérna hjá hliðinni. Gefur sig upp. Ég finnst þetta rosalega fyndið þar sem ég eiginlega bara kóla þetta tvisvar, óvart. En hvar eru leikmenn hliðamenns? Þeir vita af hvort öðrum held ég. Þeir vita hvað öðrum, en hvar eru félagar? Þeir eru ekkert að fylgjast með þessu.
Trúðapestin er á leiðinni til sinn mann Lord Broseph, hann er búinn að gefa þetta líka út. Kannski Hlynur sem að, sko, það að Hlynur heyrir ekki neitt núna, þá held ég að sé að fara að púsla þessu saman. Þeir vita að hann væri búinn að steppa aftur, eða það væri ekki fyrir það að hann vissi á hann. Mér finnst bara allt annað ólíklegt. Þetta í þá. En Lord Broseph tekur hérna fyrsta höggið. Það er allir búin að lenda á vondu dæmi núna. Ég tvisvar og fyrir neyninni. Og þarna Hlynur þegar hann hleypur inn á sæt og já. Lord Broseph mæti bara allt í einu 1 solo. McMahon kemst í burtu, enn og aftur, 1 HP. Hann er samt á bíl inn í hring, býtu, hann hefur náð að hýla sig, sem sagt. Það var ekki mikið í boði. Hann þurfti að fara einhvers staðar að lúta til að hýla sig. Hann var ekki með neitt, var það nokkuð? Nei, það var ekki með neitt. Nei, hann, ok. Og hjóla nú fyrir lífið sinu, kemur sér inn. Já, svolítið brös á byrjunin hjá hliðamennum í þessum leik og eru því með bara 2 leikmenn sem eru í fínum stöðum. Allt annað er bara búið. Rondo er svolítið, getum við byrjað að kalla Rondo sem svona wildcard mappið? Má segja það? Jú. Við erum bara að búa til eitthvað söguþráð, sko, segjum það bara. Rondo er sem sagt mappið fyrir alla sem eru að horfa og spila, við þekkjum þetta 2 hérna. Þetta er mappið sem að breytir stefnuna á mótinu, sko. Ég ætla bara að henda því hérna út. Þú vilt meina að þetta sé svolítið svona turning point þessi? Ég ætla að leyfa mér að trúa því. Mér vantar eitthvað svona að því að sko Muppet spila samt ekki eins, en ég bara ekki sjálfur veit ekki hvað það er við Rondo. Ég náttúrulega bara kann ekki að keyra í þessu leik, ég keyri á steina, en þú veist, þetta er allt leikmenn sem vita hvað er að gera. Taego og mist það breytilega helling. Finnst það vera? Hérna setja ykkur C4 í gang. Nei, backpack hann er klar á sig. Hún er rugglast í á þessu. Já, þarna Blueson backpackinn. Já, ég er rugglast á þessu in-game líka. Já, ég líka. Jammerpack. En 000 hérna, hann ætlar að fara í Angbu og reyna að ressa hann. Lord Broseph er að koma samt á móti og ég held að það sé búin að kóla þetta, heyra í honum, sjá hann, get ekki farið í ressið, kúka nade, góð nade. Nade sem ekki var mjög góð, þó að hann hefði ekki klárað hann. Hann fellur niður hérna, en þá liggur samt hans maður. One check shot getur farið í ressið inn í smoke. Það er þá einn í trúðapestinni eftir hér og hann er tekinn af höfðaður í fjarlægð. Nú er þetta mikið að gerast í hring þáttur að vera bara komið 10 mínútur inn. Við erum að sjá hérna 2 lið bara þrykkja inn í hringinn og það eru líka 2 emergency drop að droppa öll á sama stað. Það er svona meira hlutin af þessum liðunum. Þetta græna er rosaleg. Ó, hún er svo góð. En Gui er hérna með flankið, mann heyrir í hún og getur látað vita Jelvis. Jelvis er komað samt á sama stað og spottar hann. Einn eftir Gui þarf að gera eitthvað crazy good. Jelvis bak úr bílinn, þetta verður góður að græsa, en hún neglir hann á milli. Hún fer undir bílinn held ég. Ég held hún fara undir bílinn. Fjúta er á döðarstyr, hann á ekki mikið eftir og þannig að hann hleypur beint í hann til að reyna að ná honum. Brjánsi ætti að þrauka þetta af. Jú, hann er í fínasta málum síðans mér. Það eru æsi eitthvað hérna, núrast við aðra leikmenn. Kongar er í emergency pick, airdrop. Nice Swiss. Nickets Fanclub eru hérna að taka og Rabu úr Nice Swiss sem koma hérna úr emergency pick-upinu og skúpinni er með fínt skot af vodka lover en hittir ekki. Hittir hann 58. Bolt action hérna eins og segir gætu verið að koma sterkar inn því meira sem við horfum á þessu mót hérna í meta. Hann leggur þetta meira upp þar sem það gerir meira damage og meira líkur að klára leikmann. Sirko er hérna að koma sér inn í bardaðan á milli Nice Ways og Ice. Nickets Fanclub pressur hérna inn í þessu líka með vísi að skjóta inn á og eru því bara Sirko í djúpum skítana. Chrissy Chaos er hérna fyrir ofan líka.
Sjúl Krein að reyna að finna síðasta mannin inn í þessum smók. Nokkar level 11 en Zigzag eini hérna inn í smók núna. Hann er búinn að koma sér framalega fyrir. Þetta er einn úr nýjum leik, Nice Waves. Þetta er svo fyrir mekanik með hennar bíl. Þetta er álagsins. Það er ekki að klára. Mögulega lýrætt tæming hérna þar sem hann fer út, eða nei. 1 HP á Coal Beans. Minnir svolítið á áramóti núna þegar við heyrum skotin hérna að hrynja hægri vinstri í mappinu. Nice Waves hérna í algjörum neyð að koma sér í burtu hérna úr þessu barða sem voru í. Spurning hvort það sé ekki bara einn eftir hérna hjá þeim í Nice Waves og Nick Cage fanclub eru þarna líka búin að vera að horfa niður eftir það með Freds. Hann er 31 í leikmanninn eftir standardinu. Þessir nú orðnir reynslubolta myndi ég segja þegar kemur að því að spila þessi mót. Þeir vita, þeir eru búin að vera frá degi 1. Þeir eru, hvað maður að kalla það, svo kallað OGs, vita hverjir standa hvar í þessum liðum sem þeir eru að keppa á móti, vita hvað þeir þurfa að gera og þetta snýst bara að við sáum þá spila rosalega rólegan playstil alltaf fyrst, svo bara hægt og rólega klifruðu þeir upp líderbortið og sigruðu síðan að lokum 1 mót og hafa bara verið ógeðslega sterk lið síðan að þeir svona fundu sinn playstíl. Þannig að Fresh er klárlega lið sem er byggt á reynsluboltum og sína það Albertjó er hérna með bananabestuna links. Er einn lengst í byrtu fyrir öllum félagsynum? Nei, hann er komin. Jú, hann er hérna. Hann er bara mótið hérna leikmannum. þeir byggstu bara þetta en það er ekki erfitt fight en Sjúl Krein Crane er hann líka bara Já. fasta hælunum hans. Hann var algjörlega í burtu frá félagsynum sínum í Nick Cage fanclub. Og hérna er næsti leikmaður, Crane Sirko vita náttúrulega ekkert hans í einnana. Nei, og þeir hafa ekki spottað hann heldur. Gefa sér alveg grein fyrir að gæti verið annar leikmaður hérna. En Einhver skýtur á hann. Það ekki? Raunbyttar eru þá að eliminata hérna Hype. Halda áfram að gera góða hluti hérna í Raunbyttum. Voru í öðru sæti í seinasta máti. Það er seinasta Nú leik, ætti hann að- réttara sagt. Já. Akkurat. Þannig að mér sýnist hann ætla að múfa núna Kreinin í baki. Ég held að búin að fatta að þeir eru, veit ekki á honum sko. Já, það er gott að hann tekur úr góð skotana. Það eru rosalega margir búin að vera teknir svona bara ekki í kringum liðið sitt einhvern veginn í þessu leik. Það er allir einhvern veginn einn á báti. Sjálf Krein líka hérna strax einnar, rosalega margir sem eru bara svona já, ekki með allt upp sig einhvern veginn í þessu mappi. Ég ætla bara að taka aftur undir og segja það. Þetta er kannski bara random faktorinn. Rondo faktorinn. Very good. Rondo-faktorinn. Rondo faktorinn. Sirko er hérna teknir það leiðandi út. En sé FC klára þá. Næstilega gaming eru því að fjármagna á Úlfum og þetta eru kóngar. Taka eða maður þar út eru núna áttina að Nick Cage fanclub í þeirra kombati. Landblættur skýtur hana hinum við vatnið, það eru þeir að berjast ykkur aðra leikmenn. Það er hot drop á móti Landblætti hinum inn. Eru eitthvað að gæla okkur annan. En Raunbyttar hérna liggja inn í leini líka. Það eru 3 lið, en svona lítur út fyrir að Landblættur ætla að láta þetta eiga sig. Eða allan að koma bílunum vel fyrir svo þið geta komið sér í burtu hratt. Þeir eru frekar dreifðir. Alondoro á að vera að koma með skýrt að það eru leikmenn inn á svæðinu
Hann með gott overview hérna og spottar Biker for Life. Hefði geta vanda sig kannski aðeins betur og fengi fritt kill en svo sem náði að hitta 3 kúlum hérna bara ekkert tengdi á stað sem hann þurfti að tengja. Þetta kannski bara gæti verið Þetta nörfið. munurinn. Já, nörfið, akkurat, ætla ég að segja. Og hér einn maður sem er skotinn við að taka línu. Það eru kóngar, þeir gefa ekki svona mönnum frítt. Þeir taka fætinn þegar þeir hafa efnaði. Og eru alltaf gerast þannig hjá Hot Drop og félögum 2 metrar eru bara eitthvað fljúandi yfir á. Kemur væntanlega að spána þær inn og lendir hann á inni, þannig að það vita hvað þeir eru hann inni. Þetta getur verið svolítið hættulegt fyrir mörg liði núna. Við erum að horfa á þau tefja tíma. Þegar hringurinn þrengist að þá þurfa þessi lið að fara að koma sér yfir brúina eða frekar heldur en að vera að slást á móti hvort öðru. En það er verið að halda brúnni held ég. Allavega eru nógu mörg lið kringum brúnna og það er akkurat það sem er í gangi hérna. Trúða lestin en líka sjáum við hliðarmenn synda hérna 2 yfir. Hvort sem að þeir komist lifandi eða ekki þá eru lið að halda brúnni. Það er önnur leið en ekki fyrir þessa leikmenn hér. Hraunbita, Hlandblett og já, Old. Nei, ekki með hringinn allan að koma í bakinu þegar þú getur ekki synt þetta sem það fyrir að meiða svolítið. Nei, þetta er bara do or die núna. 3 lið sem þurfa að krossa brúnna. Hvort að þau fá að komast af brúnni, það er eitt, en hvort þau komast yfir, það er annars. Kóngar taka MF bak og yfir, en það er Biker for Life að fara að bruna yfir. Mögulega felti bara bílnum. Segur kallinn maður. Biker for Life. Ég segi að þú tekur í grammaskinu, þú veist að þú ert að missa aftur. No way. Hann er miklu betri rammaksbílakall heldur en Biker. Sástu þetta? 1 HP. Hann var á framdekkjunum. Þetta var held ég mögulega ein svala fyrstu klinga sem ég sé. 1 HP lifandi yfir. Hann ákvað bara að sigla sinni burtu. Næsta. Bílstungi dekk. Hliðamenn hérna ákvað að blanda sig hans inn, ná mögulega einu niður, en er þá núna með trúðarlestina hérna á hælunum á sér. Það er ekki alveg að tengja. Já, þá held ég svo gott sem búið fyrir hliðamenn. Það er ekkert sem að greið MC getur gert nema að hengið aðeins og það veit þetta líka því að hans leikmaður nokkar er að vera að halda nú hann. Já, hann Fyllir er gæti bara... búinn að spotta hann, já. Ég trúi ekki að hann komst yfir brúnna á þessum rammaksbíl. Og það er ástæða fyrir að hinir eru líka komnir. Biker for Life. NCFCF ennþá á lífi með 2 leikmenn. Og þá er það Omni sem taka á móti þeim næst og loksins fer hérna MC mann úr tekinn á lífi. Þessi gransa gæti verið kukkinn. Hann sprengir hana fyrir Hann sjálfsjokkar Omni. Hann sjálfsjokkar það bara út af. Nick Cage fanclub bara gjörsamlega rústaðar að reyting sko. Það var Suspect 1 eftir á lífi, reynir þá næst við Omni. Hvernig ættu þið ekki að vera að labba inn í þessa bardaga? Einir á báti, en þú ætlar að taka skotið sínum sem er. Þetta var með línuna hérna aðeins, virtist ekki, hefði getað kannski vantað sig aðeins betur, en hann tók þetta. Guarantee a kill right now. Já. En það er verið að manna vörnina. Sjáum hann bjarga sínu manni hérna. Og þetta er einmitt... Hann veit að hann er að díla við Omniman og hann er eiginlega bara að hugsa, heyrðu, ég get ekki einn Omniman út á server, sko, en nei. Limpmjúl rætur bara að hýla sig.
Já, þú meinar. Hann, herðu, ok. Ég skil. Hann með 17 fucking first hits. Hann going for the second place. Bíddu. Sjötta sæti. Hann gæti verið að koka. Hann er seitt. Ok, herðu, förum yfir að, ég treysti honum til að halda áfram. Hann er bara að fara að spamma núna. Við sjáum sætin, sjötta sæti, mun að sækja sér 1 sæti viðbót. Þetta er strategía. Namano er 1 núna. Hann gæti ekki verið Lippmjúlur eftir 1 sæti viðbót. Það Við erum fyrir að meiðast. Ansi mikið eftir hann lokast núna. Og hann nær 1 sæti í viðbót. Það er garantera. Ég veit ekki, hann gæti verið búinn að safna einhverjum á undan þessu for all I know. Við þurfum að komast að því seinna. 3-5-4 er allan ansi líklega dett út núna. Og núna fyrir hringurinn nokkla meiða ennþá meira eftir hann lokast. Ímyndar að koma honum í topp 4. Og nú er þetta crazy. Já. Nei, þar fellur hann. Lippmjúletir fellur og þá sjáum við í rauninni hvað er að gerast inn í þessum ring. 3 lið með 4 leikmenn nú, 1 fallinn hjá 3-5-4 og Hotdrop bara með 2. Jæja, þú verður keira í algjörlega dauða sinni hérna. Brown sem er rosalega færir þetta hérna á þetta á sikra 2. Nær 2 mögulega guaranteed, 2 leikmenn eftir hjá Omni. Stór skaði sem Brown sem nær að gera hérna. Essigræs að klára þetta og það er með leiðandir Omni að taka á 2 menn og missa samt einnig mann niður andarlega. Þá er þetta Biker for Life og 2 metrar á móti trúðarlestinni. Omni ná að sleikja sára sem koma 3 inn líklegast aftur og er þá í, já, verandi Omni bara í mjög fínni stöðu. Hvað er Omni með mörg kill? Þeir eru með 9. Ok. Þeir eru á mjög góðum vegi allavega að sigri í kvöld. Þeir eru búin að vera mjög consistent og það hefur ekkert með það að gera þeir séu með bestu stíðin endilega. Ég veit ekki hvað hin liðin standa en þeir eru búin að vera consistent. Það er það sem skiptir máli þegar þú ert að taka 6 lotur. Það er almennt hvernig þú berði út alla seríuna en þeir eru líka búin að detta snemma út í síðustu lótu og það getur gerst 2 í viðbót en getum ekki farið fram á okkur, við þurfum að horfa hvern leik fyrir sig enn og aftur þá er trúðarlestin og Hotdrop á móti Omni núna. Trúðarlestin líklegastir til þess að taka þetta en það fyrir eftir hvernig þú horfir á liðin en þeir eru með 4 leikmenn og í lokahring þá myndi ég segja að fjöldin skipti eiginlega meira máli. Það er oft þannig nema þetta getur náttúrulega breyst á augabræði og Omni hérna missa einn leikmann niður, trúðarlestin nær að taka það út og það eru 2 metrar 1 eftir núna. Eru hérna að pússa inn í Diamant og fjöla og það eru trúðarlestin því að þjarmaðu sikur á áttinu með Hotdrop og Omni er ekki í góðri stöðu. Standandi í Ísli kemmi og þar falla þær og Omni eru dottnir út og þá er þetta bara trúðarlestin sem ætti að taka þetta frekar örugglega. Þeir eru 2 nær S-inu, hann hefur beilað hérna af fætinum. En þetta er ekki mikið svæði sem þeir eiga og Eisker er með fína stöðana á hliðalínunni. Búin að spota hann. Leikmaður hana í endanum. Búin að spota hann. 2 metrar ætti að fara að fá skot í sig hér rétt bráðum. En hann er að koma sér í cover og þar að leiti heyrir hann hvaðan skotin koma. Eisker er búinn að gefa sinni stöðu. En hvað eru hinir 3? Það er almennt ekki gott að treysta á fyrsta college og farið eins og þarna. Eisker er fyrsta kontraktið en það verður til að 3 leikmenn geta komið í baki og þeir eru eflaust aldrei að búast í 3. Eru samt tilbúinir við þessu. Biker for Life er að halda baki. Komið með hérna fínt angli ofan í ritsunu og nú konfarnar. Það minnst okkur 2. Hér er undirhönd á málunum kannski ekki besta hugmyndin en málinn er hins vegar góður. Svona rétt svo of langur en þá eru þeir búin að hægja aðeins á sér og núna kemur callið. Þetta er leiðin sem við þurfum eiginlega frekar að fókusera á. Eisker veit að það er eiginlega callið þannig að hann tekur kistuna á móti. Flashbangs. Herðu, Eisker fellur í fjarskanum
og ekki bara það, hann virðist vera að klára það núna, en þá stækkar Fiddlegrand og það var góður tími. Hann skotin í bakið af sínum manni, Juicy, og nú hann einn eftir 2 metrar og býttu á móti 2 út af því að það var skotið hann. Hann hleypur út frá þessu, sér tímkinu, keyrir í þetta, nær Einn á móti einum. einn á móti einum og næstu því búin að klötsa þetta út frá klúðri hjá trúðalestin, en trúðalestin heldur fókus og fer með þetta alla leið, bara vandar sig, fer í ressið, svingar út frá þessu, eiginlega bara bjarga sér, verð ég að segja. Gerðu gott úr hættulegri stöðu og meira segja taka 11 kills ofan á fyrsta sætið. Enn og aftur, þetta ekki, við getum ekki lesið úr stöðunni í kvöld of snemma. Trúðalestin voru í 8. sæti fyrir þennan leik. Þeir eru að sækja sér hellingastígu núna með fyrsta sæti og 11 kill. Við sjáum mikið konsistent yfir restina af borðinu þarna, en annars þetta svona, já, gróflega bara það sama. Við ættum að sjá mjög jafnt svona scoreboard næst. Omni eru samt framalega ennþá. Þeir munu halda góðri fórustu held ég með. Já, þeir voru nú 20 stígana. þeir voru nú með flotta fórustu, en maður á eftir að hugsa út í hinliðin, hvað telja þau með sér líka. Við þurfum allavega að taka stutta pásu, leyfa fítuna að róast og koma okkur inn í næsta leik, en það start og bara go yfir í næsta leik, en stutt pása, koma aftur eftir örstuttastund. Tjú. Það sem allt byrjar að gerast. Jú, þetta einmitt það 15. mínúta sem þetta fyrir að sjóða allt upp úr. Og þannig eru Team Ice að detta út, náðu ekki að koma. Niður 2, en ég eiginlega veit ekki hvort þið komast upp með þetta, því að þá veit að kongar að nú tíminn til að stræka og þetta það sem þeir eru bestir í. Það rétt. Húsar svolítið niður. Chris Cass mögulega fæði þeim henni bakið á sér. Það 2 leikmenn eftir í hliðamenn. Já, og Chris er nokkla fett. Þetta stóran skala. Einni leikmann niður og vísi líklegast hann ekki. Lipp Júlrætar hérna, kemur sterkur tilbaka. Bye bye. Þess að hörfa núna í OPG á kongum. Og hér hann bara að fara að vera að spreyja niður. Það búið að spotta hann sig. Hann með C4! Hann nei! Hann getur gert þetta! Mér langaði svo að sjá þetta gerast. Hlaupa í áttina. Já, það var hitt major. Ég hef ekki rennt alveg yfir eftir listan. Ég man að voru ykkur 3 hlutir sem stóðu út úr. Klikkuð neyti hérna fara á herra David, lendir beint á Old Dirty og... Hliðamenn að koma inn að sterk. Já, alveg svakalega, hvað? Það bara hannig. Það bara hættulegasta liðið á vígvöllunum og ég held að það sé alveg öruggt að segja það. Það svona frá mér aðna aðeins, en... Stormur búinn að vera vígalegur í öllum senustu mótum sem við höfum hort á. Ó, já. Algjör MVP. Sýnir það með stats. Flott Sýnum, hann hjá Vísi. vá, stoppar bílinn í leiðinni. Þetta eru 2 frí kill. Þetta var viðreiknin okkar í kvöld. Og nú Þorgeir og Old Biker for Life aðeins að fara að skleikja sárun á sig hérna. Og þar kemur það, já. Spreyja niður, klárast, en lætur klára. Fyrir sig það eru kongar sem að taka. Það var insane setning. Linur, Stormur. Honestly, ég get bara ekkert ákveð. Get heldur ekki ákveðið. Herðu, Mats, já, þá eru við komnir í Miramar og það eru síðustu 2 möppin live, við erum live. Miramar, síðustu 2 möppin, en fyrstu sem við sjáum í kvöld. Þetta mapp finnst mér skemmtilegast eiginlega aspekt þetta, persónulega. Við fáum Prison Ring hérna, beina línu í áttina því, ekki að það skipti máli, menn er nú búin að prísetta eitthvað, en við ættum bráðum að fara að fá uppfærslu á scoreboardinu og þá rennir kannski Ágúst yfir það fyrir okkur. En já, við erum í Miramar og þetta sko, það eru ennþá, við erum með rest stations í þessu. Við erum með Red Zone-ið og hvað var aftur hitt gamebreakerinn sem á nefndir Ágúst? Nú manni það ekki. Öffin á DMR? Eins og það á DMR og hvað, sagðirðu? Plus C4, C4, já, akkurat.
Þú veist, ef við lendum eins og inn í bæ eins og Los Leones, þú veist, þá Já. er C4 orðið allt annað gameplay, sko. Þannig að ég held að hringirni skiptir líka rosalega miklu máli núna í gameplay. Hvað varðar akkurat Redzone, ég meina Redzone getur sagt sama. Það skiptir meira máli hvað hringurinn er þegar kemur að því. Man geta falið sín í húsum á Redzone-unu en ekki ef að hringurinn er út fyrir. Allavega á hringin eftir nokkra mínútur en leikmenn stilla sér að núna. Eru einhverju svona, já, hér erum við með 2 lið sem eru ofan í vatnshúsinu og það er Fresh aftur á móti, er það ekki hjá rétt hjá mér hliðamennirnir, eða var það Nice Waves sem þið lentu á móti í, það var Nice Waves. Nice Waves voru með, sjá, ég átti eftir að lesa yfir Nice Waves. Ég ætla bara að nýta þann tíma fyrst við höfum alveg nægan tíma núna, ekki nema eitthvað action kemur og bara cut them off, en það var spurt Nice Waves, þeir eru að taka fyrstu keppnina sína líka, en spurt á hvernig það kom til að þeir hefði byrjað að spila saman, hvort það var eitthvað saga bak við liðið og hversu lengi þeir hafa spilað. Nice Waves var stofnað sem LOL-lið 2012, League of Legends lið, spiluðum mikið á íslenskum mótum og núna í seinni tíð erum við sameinaðir pappar að leika okkur saman í PUBG á meðan börnin sofa. Það er rosalega mikil þema þarna. En eru einhver mismunandi hlutverk innan liðsins og ef þá kannski útskýra þau aðeins. Eiki er okkar mikilvægasti maður og stólum við mikið á hann. Hann er okkar carry. Hlutverk okkar hinna er að styðja við hann og passa að hann fái sín vopn. Þannig að við erum með eitthvað svona sævul, simple prodigy í Eika. Hver er mesti herfangsdrísillinn, lootgoblininn? Og það er hann Eiki. Eiki á það til að missa sig í lootinu. Ok, þannig að hann tekur bara titilinn það líka. Eru einhverja sérstakir takta sem við ættum að leitast eftir í ykkar spilamennsku? Hafið eitthvað sérstakar spilast í, jara. Við þurfum bara að koma Eika í skotfæri og þá er út minna. Þetta er rosalega mikið bara svona spurningalisti og ég dýrka þetta samt. Svo komu, já, hvað lítið þið inn á sem rivalry í þessu móti? Það er bara kom alveg blindir inn í þetta, við þekkjum ekki eitt lið hérna. Hver eru væntingarnar? Engar, lala, en þetta mun vera frumraun okkar og við höfum ekki æft neitt fyrir mótið, ok. Eitthvað loka orð, it's Eiki time. Þannig að þetta er rosalega mikið bara svona fight or flight lið og ég er bara all for that, sko. Þannig að við getum séð þá kannski gera mikið af þessu go nade, ok. Aðeins of mikið kúkuð. Hliðamenn Onimenn er að fá alls konar Onimenn í baki á sér, taka hérna 2 leikmenn niður en ná að klára bara 1. Sleppa ákveðlega neðan liðamenn, en þetta var svolítið djarft hjá þeim að reyna að pússa upp í hliðina hjá þeim upp í Omni. Og við erum með Triple H, Zero og Nick H fanklubbarna og í hverju erum upp í kombataninu í norður. Og eitthvað lítur út fyrir að þeir munu rálega fara að berjast. Svona lítur allt út fyrir það. Triple Zero eru frekar slagir og dreifðir, þannig að það er ólíklegt að þetta komi strax fyrir, en það þarf ekki nema 1 lúk, 1 skot og allt brestur á. Nú voru að leita að drífa sig þannig að taka svæði, þeir eru alveg upp í hring, geta auðvitað að koma sér að sikkur meginn í bænum inn í hringinn. Landvörtur er að keyra yfir á milli kemur en þannig kemur Oldort í hóð með fyrsta skotið yfir á 1 Triple Zero. Það var vitað á hver strækar fyrst kannski frekar og hvort þeir gerir það.
Við erum með Omni? Omni hérna að fá, sko, þeir eru með Já, umkringd liðum. förum við yfir á Omni. Þeir eru svolítið klemdir hérna í byrjun og þetta er, ég segi það, ég vissi ekki að það væri innan hús, en þeir eru samt, það er vitað þá frá 2-8 og það er, og svo sem kannski ekki svakalegt í þessari fjarlægð, heldur væru gal opnir upp á fjalli, vissi ekki að það væri konni með cover, en já, rólegt mapp til að byrja með. 18 lið, hvað, 1 leikmaður fallinn á server? Bara einn í liðum en. Þetta er svona það sem við erum vanir að sjá, en Nei, það er búið að vera aðeins meira hasarinn á fyrstu mínúturna svona óvanalega. já, það yfirleitt gerist, yfirleitt er þetta þema, það er rosalega rólegt svona upp á 15. mínútu, náttúrulega lið stangast alltaf á hvort annað, getur aldrei reiknað með einhverju, en almennt þegar leikmenn þurfa að fara að koma sér í ring, það er utanum svona 15-16 mínútu, þar sem að ringurinn fara bara að gera mikinn skaða ef þú ert út fyrir hann. Þannig að þá sjáum við þessi lið flest stangast og ég meina, svo er líka bara þannig, því fleiri lið sem eru lifandi í byrjun, því meira chaotic verður það þegar það kemur á ringunum. Þannig að þetta er bara vinn-vinn hvort sem er fyrir okkur, áhorfendur. En Angbú hérna framalega núna og Nick Cage Fan Club að koma í hann norðvestan við. Hann er búinn að spotta þá. Leipur bara í er þessu. boltaksjónin að vinna yfir DMR-in. New team has entered the chat. Það er CK hérna fyrir ofan og byrja að skjóta á Nick Cage Fan Club að ofan frá hann. 8 HP núna, veit ekki hvað hann er verið að skjóta hann, en heldur sér lifandi, bara eitthvað tré, ætti að vera Þessi safe sandstormur er bara blessun. Það er Hérna fyrir NCSC. Já, eiginlega. Sandstormunum var í þessu. Þetta er ekki nýtt með Redzone-inu. Nei, það er allt annað dæmi, sko. Sandstormunum var, en CK þetta var til að hann gætt farið í svaka flankina, þannig að kannski var þetta ekkert svo gott fyrir þá, en þeir allavega er að búast við því. Exicon spottaður hérna úr fjarlægð, en líka spottaður matflavor, gal opinn og þetta er hættulegt, þú vilt ekki alltaf taka skot Djart pík hana hjá. Já, oftar en ekki, þá er einhver að horfa þig. Já, líka að hoppa bara upp á stein og að skjóta. Já, akkurat. Þegar menn nota hausa bobbin weaveið. Þetta finnst mér magnað, Exicon standi bara kjur og taki skotin. Hittir. Og þarna er Triple H Zero að pussa með Angbú aftan í NCFC. Og þetta er góð spottara. Já, spotta þetta, það er rétt sér. Flassið er fullkomið. Ekki. Það var það ekki. Og hvað kom niður og nú fyrir að vinna þess að geta haldið honum eitthvað. Það var þetta. Og þetta er allt í stað þess að bjarga Exicon því að hann vissi að þeir voru að nýta tíman en serði. Sama tíma CK, þeir taka að nákvæmlega sömu hugsun á meðan að bardagi annars þar í gangi að þá stræka þeir. Þetta er gáðilegt, en Vodkalóður hann þurfti að velja sér bardaga. Hann gæti ekki valið ressið, hann þurfti að velja bardaga því að bæði lið pússuðu. Hann þarf að halda áfram bara. Algjörlega, og þetta var bara rétt ákvörðun in hindsight, þú veist, í stað þess að ressa út af því að bæði lið enduðu á því að íta móti. Hann vann að minnst okkursti eina hliðina í bili og ef hann nær 1-6 shot þá gæti orðið til að hann komist allaleg inn í compoundið, en það eru 3 leikmenn eftir hjá Agent Zero og meira segja 1 með gott long range á hann. 1-6 shot, það er ekki nema 1 skot, en veit af hinum leikmennum, þá er Vodkalóður búinn að detta úr leik hér, en Nick Cage Fan Club ennþá með leikmenn inn á server. Eitthvað fara að þrengjast þannig inn í ringinum á liðum, eru komin mjög mörg á sama svæði. Og Triple H Zero eru hérna að þjarma upp að Sirko. Sirko ná einleikmann algjörlega út. Eiga hringið til góðs og Sirko þurfa að koma sér inn. En Susibak er ekkert að rosa góður í stuði. Hann er einn annað. Og gæti verið spottaður.
Hann er þetta með decent advantage á það og það sitt að byrja að múfa niður sem að þeir, já, hann tekur skoða undan þannig að þeir eru ekki að fara að hlaupa alveg glórulausir þarna í þetta en taka samt fætir, gefa Sushi eða sjens ef eitthvað er og það finnst mér eiginlega bara magnað, hann er taggaður þannig að það verður þeim í hag. Grenade frá því að vera búið hann á millera. Þeir fara líka ressið á meðan þeir exchange ef eitthvað er, bara skipta. Hann fara taggið, þeir púsa hann ekki, þeir taka frekar ressið og hann kýs að bakka. Hann er nú með nánast engan skuld á sér, hjálmur og ekkert annað. En hann er að hlaupa einn í burtu og nú eru þeir bara búin að sundra sér frá hvort öðru en þeir munur í grúpa. En Sirko eru allir saman. Nú sjáum við, já, hringinn þar sem að actionið byrjar. Þegar að þessi hringur lokast alveg að það er yfirleitt það sem við tölum já, það sem að actionið byrjar. 15., 14. eða 15., 16. mínútu. Hér kemur svaka skot á Sushi, hann hefur þá fundið hann. Og hann er bara klárar, Sushi er bara out. Finnst skotan að boltaksjónin eru greinilega að gera sína hluti ekkur núna. Krissi Chaos er reyna með einn leikmann lappandi bara fram í sér í John O. Big Boy. En hann er bara mjög mikið deceit eitthvað. Já. Nei. Þetta er DC. Tölvuvesen getur hann Sigrenet gæti verið mikið og góð. Svo stutt. Langt í félagi í Hot Drop. Og ansið líkilegt að þessi sé bara algjörlega dánir. Keyra hérna gegnum hlíðamenn og í vænlegu bardaði hérna fyrir Sirko stjónar fyrsta leikmann niður öðrum og það eru 2 leikmenn eftir í hlíðamennum en þeir eru ekki neinstað nálagt, eru að koma í bílnum hérna hliðina á og þessi sandstormi gæti ekki verið fullkomlega held ég fyrir á til að koma inn í hlíðaleininu. Og nú ættu þeir að fara að vera að heyra í þeim. Og það gæti verið að Hlynur kíkja út úr gluggann á efri hæðinni 4 sekúndur sem að Zigzag þarf að vonast þess að hann geri ekki og horfir ekki enn í áttina. Nú heyra þeir sprettinn og þá er eitthvað búið að láta vita sér. Hlynur er komin á svona stöðu hérna, skjuta ofan frá, búinn að spotta báða en hann klúðraði þessu. Zigzag rétt svo tekur hann niður. En þetta var svona svo gott tækifæri, ég get ekki skamað manninn fyrir að reyna því að hann var með 2 þarna. Þeir einhvern veginn, kannski bara hefði herra David farið með honum á sama tíma, en nú liggur maður... Spottaður og hann klárar hann ekki einu sinni. Hann reynir það frekar, en það er treytað hérna. Matt Flavor, rétt svo, treyta sinn vinn. Næsfjörns eru eliminatin hérna af Hlandblett og hæglega gert og þeir hafa þá væntanlega náðu sem 2 km á Hot Drop líka og eru þá væntanlega með 6 kill að minnstakosti. 5 kill, 1 er tekið af þeim og já, við erum þá bara með og Hot Drop sem eru þar eitthvað smá að gæla við þá en nú er svona komið að suðupunktinum sjálfum. Menn fara að hreyfa sig inn í næsta hring. Já. Og þarna er Þetta er svakalegt, hann hittir þessu skoti. Nei! Er þetta bara löglegt? Hann hitti skoti. Og hann hittar hann öðru. FBI Döndum er með fínustu skyttuna hérna. Já. Þeir megi alveg vera stoltur á honum. Hann er að gera góða hluti. En þetta var aldrei að vera meira en bara poking the bear, skilur við. Það er ekkert... Dánaði ekki, þá hefði þetta ekki gert neitt fyrir hann. En... Þetta er þrett. Spáði að vera skotin bara bíl snæper. Það er það nokkuð.
Áferð. Já. Svona minnum að þetta er töluleikur. Og það er margt hægt. Jú. Þetta samt var ótrúlega skot, sko. Þetta var magnað, sko. Triple Zero eru þarna í fallíf og mögulega bara að fara í opið geðið á Ice, en nei, snúa Það við. fer yfir nógu mikið yfir. Sjá þeir kannski kassan, þeir virðast vera svona að hlaupa í áttina að honum. Ég veit bara ekki hvort hann sé spottaður eða ekki. Hann er ekkert alveg rosalega góð stað fyrir það. En maður sem að tók skotið áðan tekur barrelrólið hér og heldur áfram. Bíllinn er ok. Ég syns aðal axunni koma hérna frá. Jú. Frömbit að fara þar yfir og Clown er að þjarma upp að en hitta ekki mikið, en þeir keyra þá næst í 3-5-4 og Úlf. Úlfur er hann að beint á móti ykkur þar sem þið stoppið. Það var sprengt dekkið, held ég. Ég held að Dömdum hafi sprengt dekkið. Úlfur er að taka fulla skaðana frá 3-5-4. Það er erfitt að stýra þessu. Allt í lagi með dekkið, en damage tekið á það. Leit út fyrir að hafa skotist í hringinn. Hann lætur sig hverfa, hann heyrir auðvitað svaratækjum koma. Þeir eru komin með kompaktina. Og þá taka Ice á móti Triple Zero. Namano er aftasti maður eða með svona, hvað segja, Overwatchið. Og þarf því að díla við það fyrst. Komur sér fín stuðan með Triple Zero. Þeir eru að stilla sér alveg eins upp núna Team Iceland og við sáum að gera áðan. Það var ekki eitthvað síðan. Þar eru kongar að taka alla leikmenn hæp út í nánast einu bretti. Hæp eru teknir út hérna, já, snögglega. Tökum við leitur þetta úr. Fá leikmenn eftir en þó nokkuð mörg lið en gangandi. Samt allt í lagi. Þá heilu liðin saman, en það er einstaklegur eins og hér. Gat var að spotta hann að myndalega eða vera fyrir smið. Og hann er svo opinn kallinn og ég held meira að segja spotta þér hér bara, er það ekki? Í miðjum sopa. Það er tveir að skjóta á Nurango í djúpum og ég veit ekki hvað það er. Það ætti bara að fara að regna neitt sérna í aðeins að hann sé að reyna að hlaupa í burtu er galið en hann þurftur svona að gera það. Stundum er bara best að skilja safety on. Já. Hann leit út fyrir þetta, ég skal gefa hann það. En svo er hann með leikmenn að þróa sig. Omni er með miðjan hring, eiga hann, flotta stöðu. Úlfur er þar með teknir út og degið út fyrir hring, 2. Og nú eru Agent Triple Zero með 1 leikmann eftir hérna fyrir aftan Ice og spurning hvort það sé með hann á púlsinum eða ekki. Og hann ætlar sér að gera eitthvað skaða hérna. Og hversu mikið trigger discipline ertu með? Bíður eftir að fá línuna, hann vill komast fritt inn í hring. Heldur sér lifandi, vill vera komin nógu nálægt til að geta farið bak við bygginguna sem hann er og hann er núna öruggur, hann getur þess vegna að tekið skotið núna, vill koma sér í 2 línur, tekur skotið leið og bíllinn fer af stað og það er mikill skaði en ekki nóg! Hann næri ekki að klára hann, Ívo kemst í burtu! Þetta var svo óheppi hjá honum. Ég dyrka tryggjadisciplínunum. Það var rétt í stöðunni, en það að næri ekki manninum í bílnum er ótrúlegt. Og Gassmann refsar honum hérna bara samstundis. Nei, það er ekki nógu gott annað fyrir hann að hafa ekki drifið hann. Og ég veit, svona fer þetta play alveg úr vaskinn á samstundis sem það gerist. Þetta er Ice lætur ekki ná sig svona frítt, sko. Ef þú klúrar, þá refsa þér. En og aftur, reynsluboltar þar, en missi ekki einu sinni mann, þannig að það verður ekkert svona vesen fyrir það svo kvölda. En hér er hins vegar smá vesen hot drop á stein sem eiginlega bara ekki hægt að koma sér í burtu
og það þeir er eru bara eina leiðin í burtu er bara út af server, þeir eru eliminataðir og eiga bara eitt mapp eftir. Þeir eru núverandi 3. sæti, nei afsakið, voru það að leika á undan, ég ætla að refresha. Hvað er trúðalestin? Það er núna trúðalestin í 3. sæti, já. En já, kannski bara förum við skori eftir þetta mapp. En allavega, Omni með langsterkustu stöðuna með við uppsetningun á hringnum og já, sennilega bara besta liði til að hafa þessa stöðu í þokkabót. Nei, þetta er þægileg stað fyrir að vera hérna í fyrsta sæti, geta bara siglt raunin inn í topp 4 í þessari stöðu. Algjörlega. Ásöður einhver þannig því ykkur stig. Omni eru já, Þeir eru með 18 stig á næsta lið og þetta Já. er bara, þú veist, vilja bara... þeir komast inn á stórmótið. Mér finnst ég mega að segja það, en ég ætla ekki að það er nóg eftir Hundsi. Það er annar maður sem að Ronaldinho eru með Þekkir þetta linksinn, skýtur hann að þvert yfir mappið og það er náttúrulega bara 1 skot, 1 kill. Og nú er Syndex samt á milli en að tveggja leikmanna hjá FBI segir hraunbyttum. Og ætti að fara að fá sér skot hérna fleiri áttum. Ronaldinho tekur eftir honum, Jumpton tekur eftir honum. vonstaða, Kóngar eru teknir vondurringur. En þar á móti eru þá AS byrjað að skjóta hérna hraunbyttum sem eru að reyna að hlaupa í burtu. Og það er engin óhultur núna þegar þeir ferðast á milli staða. Þetta er rosa opið svæði. Mikið að hlýðum hana sem það eru í margir leikmenn og hvað sem við erum efst uppi. Og enn eru Omni með langt besta staðinn. Það er bara... Já, bara þeir eru á toppnum á hæðinni, hringurinn fór að þeim. Þeir eiga ekki að geta klúrað þessu. Sko, eina sem ég sé gerast er að lið komist inn á þeirra svæði. Og það getur gerst hvernig sem er. Það getur gerst með fight, það getur gerst með nokkið, það getur gerst með bíl. Eða einhvers staðar er á mappinu bíl. En þar fellur trúðapestin, síðustu maðurinn þeirra svart og krafti dottin út. Það er trúðalestin sem að tekur hann út. Ronaldinho er vitað hans leiðir og þarna er Jellyfish spottaður líka. 2 einstaklingar á erfiðum stað, þannig að þarna er eiginlega bara 2 sæti sem þú getur tryggt þér með því að vera að skjóta á. Þeir meira segja held ég veit ekki einu svona að þetta sé sikkort lið. Þetta er bara af 2 leikmönnum. Nei, mitt Jellyfish alltaf bara að halda sér hann í smóknum. Það finnum bara hverja þeir spotta hérna á Ronaldinho aftur og svona smá confirmation að þessi einn leikmaður það líka. Takkar hann líka 47 í gegnum gluggan, prífara það og hann svingar fyrir. Þannig að hann fara að hýla sig þar. Jellyfish alltaf bara að leggja leinin líklegast. Er að koma sem næst hringjum og getur. Ekki bila mikið að skotum hérna í Omni. Hlandblettur og Fresh eru eiginlega óbeint að trufla hvort annað til að komast inn í Omni. Ice eru að slást við Omni. En Hlandblettur tekur sjensinn, keyrir hérna inn og þá kasta þeir topplerónu niður og það ætti að droppa niður hérna til að nota það sem cover. Svo erfitt. Það er að komast hann upp til Omni. Omni eru með þetta alveg lockt. Þeir eru með alltaf leiknum dreiða í kringum kæluna og Hland bara bandra og voða erfitt með að komast hana inni fyrir en ná hérna Krissi niður. Serpan tekur samt því niður. Demantur nær líklegast klára næsta líka. Svo sterk staða. Næsti hringur er að fara að sýna sig núna
og hann er ennþá inn fyrir Omni, þannig að Omni Já, já. eru, já, það sem að mun gerast núna er að Omni eru að fara að vera eitt af síðustu tveim liðum. Ég held að sé öðrætt að segja það, því að þeir eru með loka kompándið á sér. Hinn liðin munu enda á því að þurfa að skjóta hvort annað. Það gæti verið þannig að bæði lið verða með 1 og 1 og 1 sem að bara eru í felum, en það mun ekki breyta neinu fyrir Omni. Þeir eru 4 saman, þeir geta hangið þar til að loka hringur er komin, og ef allt spilast rétt hjá Omni, að þá er það loka staðan. Hins vegar eru Team Ice með svolítið uppsetta stöðu, þeir eru svolítið dreifðir í svona felumleik, ef þú vilt kalla það. Þannig að það getur verið ágætt strategy. Þeir eru dreifðir á mappinu, er ekki allir saman, þannig að þeir gætu komið Omni á óvart. Demantur hleypur í kreitin og sækir eitthvað vopn og tilbaka. Hvað hreðjar er á þessum manni að fara og finnur Linksinn, sko. Já. hann er farin upp á fag, sko. hann bara það En að núna- hann fær Þetta kallar við þessum, núna mun gerast það eitt, það mun hann mun ofhina. er það var ofitna. Hann er að fara ofhina. Hann fer hættulega mikið áfram. Leikmann vinstra megin, tekur ekki eftir honum. Sleppur í þetta Já, sinn. ég held að hann bara ætlar ekki að hann er með byssuna, hann er með hringinn, hann er með liðsmenn, hann þarf ekki að vera þessi gæi núna í þessum leik. En hann heldur áfram, hann er komin einn í annað hús, nú er hlangblettur hinum megin einn solo sýnist mér, hann er komin svolítið framalega. Já, Demantur ætti að fara að spotta hann eða Navano. Dolandoro allavega búin að láta vita af sér núna 100% og þá eru þeir farnir að múla á honum. Hér kemur Demantur á hliðinni með Ogginn, klárar hann út og þá eru þetta síðustu 3 liðin hér fyrir fram nokkur. Það er Fresh, Team Iceland og Navano, eða Omni afsakið. Og 4 og 3 og nú getur Demantur verið aggressívari því að nú erum við komin á stað þar sem að hringurinn er að fara í aðra átt og hann er ennþá innan öryggi. Veistu, þetta er svo sem allt í lagi fyrir Ice og Fresh. Þeir ættu að geta verið öryggir ef að Omni fyrir ekki út fyrir. Leið og Omni fyrir að missa menn, missa eitthvað svoleiðis, að þá getur þetta gera breyst. En það þarf að vera, já, því það hein þarf er að gerast. ekkert að pæla hvað er að gerast á hliðina á félagið sinnum og stendur bara í opnu geði. Ingi Ditto er einn eftir og klárar hérna af Omni. Omni takast það í 3 auðvöld killana fyrir sig og komur sér top 2. Og þá eru Ice með 1. Demantur tekur niður með linksinum og linksinum þeir taka hérna Omni tilbaka með Grensu á Demant. Það henda flashbangi inn og geta verið að pússa núna inn hjá Gasman. Gasman tekur við vinstri hliðina og ætlar að reyna að ná hérna út. Mögulega tekur ykkur á mótunum þar. Og hann er Stormur og þeir eru með crossfæra uppi og niður í hann inni. Umulega aðstæður að labba inn. Er að hætta hérna af hliðarleginu. Hann er ekkert af Gasman. Gasman nær hann ekki og hérna kemur ykkur Grensa inn að Omni. En á ressinu á Demant. Stormur er ennþá niðri. Gasman kemur sér inn og nær Stormi. Klára hann. Núna vantar bara eitt gott C4 hjá Ice og þetta getur verið búið. En hérna er Omni með færi. Einn á móti 2. Gasman. Á móti Quizzy. Og Demant væntanlega. 1v2. Fíla múmenti hjá honum hana. Stekkur upp á efri hæðina. Hann hefur ekki spottað hann hana.
og nú það miðjan sem Omni eiga. Getur ekki tekið skotið. Hann spottaði hann, Gasman komið framalega, sér ekki neitt, geti verið að hann fái skot í bakið sitt eftir smá, hann heldur sama angli, hringurinn að hræða hann út og þetta svo góð position hjá strákunum að þeir geta bara haldið þessu, þeir vissu nákvæmlega hvað þeir voru að gera með hringinn, nákvæmlega. Hann hefði næstu því geta fengið skotana en munaði aðeins litlu. Omni í fyrsta sæti með 14 kills og eiginlega bara langstiga hæsti núna. Við hefum eitt map eftir, það eitt annað Miramar, en við minnum aftur á að við erum að horfa á líka qualification fyrir loka stórmótið í desember, þannig að öll lið sem eru á toppnum núna eru að sækja sér óbeint tryggingu þangað, en það eru bara 16 lið sem að komast áfram í það mót. Þannig að Omni, þó að þeir séu garanterað þangað, þá erum við að horfa á miklu fleiri sem eru að komast þangað líka. Við ætlum að taka síðustu pásuna og við ætlum að taka síðan síðasta mappið og við sjáumst eftir örstutta stund. Tíminn okkar, þar sem allt byrjar að gerast. Jú, þetta einmitt það 15. mínúta sem þetta fyrir að sjóða allt upp úr og þannig eru Team Ice að detta út, náðu ekki koma niður 2. En ég eiginlega veit ekki hvort þið komast upp með þetta því að þá veit að kongar að nú tíminn til að stræka og þetta það sem þeir eru bestir í að það rétt. Húsa svolítið niður. Krissi Kass mögulega að fæta þeim baki á sér. Það 2 leikmenn eftir í hliðamenn. Já og Krissi nokkla fett. Þetta stóra skala. Einn leikmann niður og Vísi líklegast hann ekki. Lip Júlrætar kemur sterkur tilbaka. Bye bye. Þess að hörfa núna í OPG á kongum. Og hér hann bara að fara að vera að spreyja niður. Það búið að spotta hann hann með C4! Hann nei! Hann getur gert þetta! Mér langaði svo að sjá þetta gerast. Hlaupa í áttina. Já, það var hitt major, ég hef ekki rennt alveg yfir eftir listan, ég man að voru einhverju 3 hlutir sem stóðu út úr. Klikku neitt hérna fara á herra David, lendir beint á Old Dirty og... Hliðamenn að koma inn að sterk. Já, alveg svakalega, hvað? Það bara hannig. Það bara hættulegasta liðið á vígvöllunum og ég held að það sé alveg öruggt að segja það, það svona frá mér aðna aðeins, en... Stormur búinn að vera vígalegur í öllum senustu mótum sem við höfum horft á. Ó, já. Algjör MVP. Sýnir það með stats, sýnum, vá, stoppar bílinn í leiðinni, þetta eru 2 frí kill. Þetta var viðureignin okkar í kvöld og nú Þorgeir og Old Biker for Life aðeins að fara að skleikja sárun á sig hérna. Og þar kemur það, spreyja niður, klárast en lætur klára fyrir sig. Það eru kongar sem að taka. Það var insane setning. Linur, Stormur, finnur hann. Skemmtilegt að sjá það spila svona utan þetta trends. Ekki ofta sem að barðaðir eru. Já, þá erum við komin í síðasta flugið okkar í kvöld. Ef þið horfið á vinstri hlið þá sjáum við Campo Milicia, Tira Bronco, Cruz del Valle, El Azar, Truckstop. Ef þið horfið á hægri hliðina þá sjáum við það sem að flest lið munu hoppa út úr flugvélunni í fallíðinni sinni og lenda því að það svona megin hliðin á mappinu. En við erum komin, enn og aftur í síðasta mappið í kvöld. Þannig að þetta mun segja til hvar við mun bara segja okkur nákvæmlega hvaða lið tekur sigur í kvöld og svona óbeint hvaða mér langar að segja 3-4 lið eru líkleg til þess að komast áfram í stórmeistaramótið sem að verður í desember. En við getum farið yfir stigin. Ég á eftir að fá þau hjá mér. Bara með 4 upp ennþá. Skoðum stigina eftir. Kannski bara, en já. Þá erum við, Hacienda,
hvar heldur að actionu verði fyrst Nósi? Eða þú þurftir að gíska. Hvar verður, nú ætla ég bara að sjá observerinn, treysta á sixth sensið sitt og bara hvar verður fyrsti bardagi? Sko út frá mappinu finnst mér eins og fyrsta Hvað segir hjartað þitt? Hvað segir hjartað þitt? hjartað mitt. Já. Mér langar að sjá Omni gera eitthvað crazy, en við byrjum á Við bara varst ekki bara á réttu stað. Já, Það þetta var ekki hjartað þitt. Hér er Þetta við að var beint í skjóta á Snowy, Fiddlegrand, já. Treysta á hjartað. Ekki að segja langar, sko. Hjartað. Nú er spurning, Snowy, er þetta CSGO Snowy eða? Já, þú meinar. Hvernig var uppsetningin á leikmönnum hjá okkur? Við getum séð þetta hérna. Búm, búm, búm. Er þetta ekki Úlfur? Jú. Hann er skráður allavega, hann er ekki skráður að vara leikmaður í kvöld, þannig að hann er bara official. Veistu, maður hvað deild hann er í? Hann var mann ekki hvort hann var í fyrstu eða annarri deild. En ég held að ég hef keppt með þess að mótunum, Snowy. Þannig að ég bara kannast þér nafni, sko. Hann deyr allavega ekki, hann sleppur þar. Nákvæmlega, sko. Ja, deyr ekki núna, afsakið, deyr ekki núna í þessu fætana. Fiddlegrand var með línu á háan greið, en hann slapp. Við erum með, ég veit ekki, þessi ringur, er hann eitthvað hættulegur? Hann er svolítið rocky, sko. Já, það er mjög mikið high ground hérna meginn. Ef hann fer meira upp til hægri, þá hef ég örgulega, ég sé aldrei svona ring, sko. Þarna missir Úlfur einn af leikmannum sínum. Hann Snowy. Já. Við tumlum það. Fiddlegrand. Það bara, hjartað þitt sagði bara nákvæmlega, þetta var bara spot on, þú varst bókstaflega á honum frá byrjun. Já, ég veit ekki, Snowy, hvað er þetta að gera? Nei, segir svo. Við segjum þetta í deildinni. Nei, en við sjáum Hype og 354. Þeir eru að slást. Já, þeir eru svona mikið að skoða sig Gunni var að skjóta á hann sýndist mér, hann var alltaf að heila sig, já, er eitthvað að plaffa á hann, búinn að missa hjálmi sinn líka, þannig að vill hann taka þennan bardaga. Spyr Brjánsa fyrst hvort það sé tilbúinn að ressa sig. Eða bara, I got this. Cartman Ben. Skot frá Brjánsa. Ennþá við línu, sleppi fyrir hot, sleppi fyrir byggingu og bara beint á aftarið. Fiddlegrand ennþá svolítið frá sínum munnum myndi ég segja. Svona miðað við staðsendinguna hjá bæði Limp Mule Rider sem er hérna í. Þetta er smá hartaði hérna. Yes, þá ættir að vera búin að spota smá advantage hérna hjá Limp Mule Rider. Nær dinginu en það klárar hann ekki. En hann er treytaður úr fjarlægð. Gresson er að klára hann. Hann er samt að klára hann, já, ok. Þetta var líka, já, ok, þetta var ekki hans leikmaður, það var annar að skjóta á hann. En hvar eru félögur hans? Ekki til staðar, þeir þurfa bara að hörfa í burtu. Núna búin að missa 2 leikmenn, já, þeir eru búin að missa Snowy og Pygmy sín strax í byrjun. Úlfur ekki með sterka byrjun nefna, fyrstu 2 leikmenn út af mappinu eru úr Úlf. Og næstu takka sér sjálfan þarna með því að klessa á sig. Þetta er voðalega böggandi byrjun fyrir þá grein. Það getur nú eitthvað skada hérna, en meira verður það ekki. En ennþá lifandi. Limpi 500 inn, já. Dolodor er að koma sér í stöð til að koma ná að Limpi upp. Það er að taka ansi víðan sveig og þetta er svona... Ég heldur séu farnir að gruna að Pugsley veit að þetta var nokk á hann. Já, en þeir samt láta hann eiga sig.
Þeir láta hann Það eiga sig. res bara bíkorinn á hliðina. Þannig að, jú, ég skil alveg okkur rössu upp líka. Þeir vildi kannski ná því og geta gert stressið. En landblettur á sama máli. Náum upp. Úlfur vita að hann var þarna nokkaði fyrir langleiku. En það er að halda þeim úr annari fjarlægð. Það er Gústi grallari. Alltaf eitthvað að grallast. Taggar og fjarlægð með, já, 2 times scope eða 3 times. 2 times. Og Little Rætul hérna tekur hefndina sína tilbaka. Nær fram hefndum. Nú er Pöxli í djúpum. Sýnst hann hafa dottið á eiginlega mjög vondan stað þetta niðurlega. Það er alveg að fara í brjálæslegt klifur. Ég held að Limp Mjúlar þetta veit ekki eins og hann sé, já, svona farin að gruna það. Hann er í einhverju hotni hérna. Hann nær að hýla sig. Hann nær líka að komast upp ef hann vill gera það. En það ætti að fara að heyrast í honum núna. Hann kýs að hanga frekar því að hann heyrir allt sem er í gangi frá sig. Meira sem með línuna hérna. Pöxli stoppar. Mér sýnist að vera komin á krötsið og þetta er, já, þeir eru svona bara búin að láta hann eiga sig. Ok. Eitthvað var X-rayið þarna að stríða með hann er skotin úr fjarska. Það er trúðalestinn sem voru allan tíman í bænum. Það er ekki mikið til að spotta hann þarna. Nei, þetta var svolítið vandræðaleg staða hana Já, í já. bjarginu, sko. Algjörlega, það ertu bara trist á enginn sæði sig. En ömurlegur endir fyrir Úlf. Þeir voru óheppnir frá byrjun. Nósi kólaði það með hjartan í sunni hver var fyrsti leikmaður til að detta út af server og hann hafði bara hárrétt fyrir sér. Skipti ekki eins og á spektaktakanum. Dót, sko. Þannig að Úlfur, ef þið eru að horfa þá skrifið þetta á Nósa. Við höldum allavega áfram 17 liðið eftir og niðurstaðan á mótinu getur ennþá breyst. Jenga hérna búin að spotta og missa sinn leikmann í hliðina á sér, þannig að þeir eru í sterkum bardaga hérna á móti Team Æsland. Spúkurinn er flottur, lokar þá þarna út, eða lokar út í rauninni eitt angluð fyrir Æs. Góð neita hérna. Gullfalleg og þetta er eitthvað sem að ég næ ekki hvernig menn er svona góður í þessu. En 100 græsur á dag. já, eitthvað svoleiðis, ég kann samt að meta þetta er það segir að maður þurfi aðeins að stíga upp sjálfur, sko. Ef þeir eru ekki búin að fatta það og spila ég og Ágúst ekki jafn mikið og leikmennir á serverunum hérna, en við erum nú ekki alveg þeir vestu, sko. Ég er nefnilega alveg vissum að ef við værum að spila jafn mikið á þeir, þá værum við að keppa og við værum að vinna, skilur við. Það, já, við getum verið betri, þetta er svolítið sjálfskapa vandamál að við erum ekki betri. Já. Þarna, Það væri ekkert mál að vera betri en allir það. já, ég ætla að vera sammála því. Segjum það bara. Húi. Sleppir frá neitinu þarna, það er hliðarmennir sem eru hérna efst uppi. Ég anda mínu kópíum hérna, sko. Já, ég veit það. Ég er alveg með þér í því, sko. Ég vil ekki býta í orðið mín, sko. Og þar eru Next Level Gaming að verða étnir af NCFC. Já. Og NCFC eru þarna með Triple H Zero Ice í svipuðum bátiði. Hringurinn er virkilega skemmtilegur nú til að enda Og trúða pestin. NCFC tekur annað lið út og það er pestin. Þetta verður... Og þar fara Ice að skjóta niður að pestin NCFC og geta þá hérna Triple H Zero labbaði aftan á Ice. Ég held að þetta verður mjög harður leikur í lokinu. Með hvað eru margir lifandi. Ef við förum rétt svo yfir kannski stigatöflunina meðan þetta er að gerast. Þá er Omni á fyrsta sæti með 81 stig eftir seinustu viðureign og Kongur þar eftir með 46. Þannig er næstu 40 stig sem skilja það að þegar bara 37. Það er eiginlega óbeint hægt að segja að þeir séu bara gott sem kom með sigurinn, en ég menna þeir þurfa samt að, það er ennþá Kongur þarna, það er ennþá trúlistinn, þeir eru allir nálægt. Já,
Trúðarsson og kongar, þetta og Team Ice, þetta allt hérna mjög svipað í stíðum. Ekki mikið skilur að það annað þetta og þetta náttúrulega ekkert að vinna í kvöld, þú ert að spila út fyrir mörg kvöld, sko. Minnum aftur á það. Þetta er deild hjá okkur sem að stillist upp að lokamóti líka. Þó svo að það sé individual sigur og fyrir hvert mót sem við höldum núna, þá er þetta til að sía topp 16 lið á Íslandi sem haldið verður í lokamótinu í desember. Stórmeistaramóti skulum við kalla það. Þannig að ekki missa því setið þær dagsetningar, allavega þetta við getum kannski flett dagsetningunni nákvæmlega upp fyrir ykkur. Man ég hann ekki á haustum, en já, bara ítreka það sem Ágúst segir að þá er miklu meira í þessum leik heldur en bara sigurinn í kvöld. Það er consistency, það er hvernig þú spilar út öll mótin. Það er að sýna þú átt heima í þessari deild. Og þar eru 1-0 komnir nú í bakið á Ice eins og við spáðum fyrir. Og þá er það næstu bardaginn hérna, en NCFC eru þannig í ykkur starf tilbaka með 3-5-4. En við áfram með Team Ice og 1-0. Það er annarkvæmst alltaf 1-0 hjá minni 1-0 og þið verður bara að díla við það. Gasman hefur verið fyrsta kontakt hérna. Og staða hérna hjá Angbú upp á húsinu. Og þá eru þeir menn í Team Ice í frekur djúpum skítfastur inni með 3 leikmenn í kringu sig. Þetta er niður en ná mögulega öðrum, ekki gera hann það. Ekki takk að refsa hana út í opnunni og Susebekk er tekinn á móti, niður á móti Gasman. Þannig eru Team Ice aldrei að spila svolítið með þessu. Halda áfram að gera svakalega skaða. Já, og nú eru 2 leikmenn eftir hjá 1-0. Virkilega vel lægina Góð spray hérna hjá Gasman. Ég trúi ekki hann að hafi fengið þetta. Bíllinn er búinn að blokka út þarna, en nær killinu. En það er enn og aftur. Barda á móti Barda og 1-6 shot ætti að vera búinn að kóla þetta. Spotta þér ekki bara það, heldur spotta þér beggja megin. Lár í lífi, fer upp, er með flass, mun það virka. Nei, flass. Hættulegu bardaði hérna. En hér kemur Cooked Grenade, gæti verið Endolog Ice. Inn. Góð neitt! Nær rétt svo ekki Gasman. Nær rétt svo ekki Gasman. En nú nær Namano sem var komin upp í ressi og nú spottar hann það, en fer ekki út frá því. Hann fer í ressið á 1-6 shot frekar sem er eiginlega bara best bet og það er annarkvort Gasman að gera það sama eða ekki. Fer núna í ressið eða nei, hleypur langa leiðina. Fer að vera vandamáli núna og nákvæmlega hvað Gasman er og siktar hann upp. Og svo er hann saman. Kemur ekki til greina. Hann var einu skref undan hann, en vá hvað þetta var góð bardaði. Þú veist svo þetta. Þetta er orðið vandræðilegt. Æja, kláruðu það press. No tími. Þannig er Omni Ashway. Svona ákveðin víxla hérna frá móti Omni Barda fyrir Iceways. Erum með leikmann niðri og hæpir hann einhvers þar aftan í bænum líka síðan sem er. Nær ressinu, nær að koma sér í burtu. Erum með bíl. Nú spurning hvort það er vilja að reyða sér í burtu á þessu. Nei, það er ekkert í boði. Omni eru komnir. Kimmi og Stormur storma inn hérna og fá sér 1 kill í viðbútt.
Stormur klára þetta og leita strax upp hina mennina og virðist hafa grófa hugmynd hvar þeir eru. Þannig að horfir í áttuna að þeim. Trúðalestin komin í reinforcement hérna fyrir ofan. Hype svolítið svona að díla við hraunbitana og því þeir ekkert að færa sig inn í bæinn þar sem hinn bardaginn í gangi. Og hraunbitar já, meira að skjóta svona í áttuna þar sem þeir sjá þá. Hvar sem Enda með fína stuðan upp á hólum. Demantur eins og að vana ekki upp í liðið sitt. Það bara playstyle sem þeir vinna með. Það bara þeirra playstyle. Kemst alltaf upp með það. Það buggið, sko. Hann komin hérna djúpt í bakið á öðru liði, en það meiri bardagi hér í gangi í trúðalestina Eisgeir afsakið að taka fæt á móti. Hvernig vorum við með þarna? Já, hraunbitar. Það er ekki góðu bardagi fyrir það, en róast aðeins hérna hjá Demanti, hann heldur sig í kringu sitt lið, en veit svo sem hvar hot drop gróflega. Það Agent Triple Zero sem gætu bara að fara að taka skoti á hann ekki í öruggur stöðu frá þeim. Fresh og CRK eða Sirko í hörðum bardagi hérna á kjapsliðinni. Þetta erfiður bardagi og vildi eiginlega ekkert vera í fæta svona ofalega á mappinu, en þurfa að gera það, ekkert það að velja. 3 á móti 3 núna, eða 3 á móti 4 ef þeir ná ressinu. Fresh búnir að sækja sér núna forskot og geta núna að akta út á þessu. Það smókar út allt og eiga að hafa grófa hugmynd hvar þeir eru og þeir gera það. Þeir keyra bara út á móti þessu. Það einn leikmaður eftir hjá Sirko. Það Mad Flavor. Hann í miðju ressi og leið og ressi kemur og þá sjáum við hann keyra í burtu. Leyfa sínu manni að ressa sig inn í smók, en verður að spreyja niður. Já, komast ekki með þetta. Fresh gefa þeim ekki sénsinn á ressi eða að hlaupa í burtu og halda sér lifandi. Þeir stræka það niður og nú eru þeir komnir með ágætt map control, langar mér að segja, því þeir eru með svolítið breytt svæði þó svo það sé ekki alveg inn í hring, en Omni enn og aftur vilja bara vera strax komnir inn í hring at all times. Góð neit það, fer hann inn? Nei, fer út á götu, dugaði ekki. Það annað attempt. Hittir henni ekki heldur. 3. attempt. Upp á þak. Það ekki komið þar. Alls konar bardagar hérna gangi í bænum núna kringum 3 lið og fleiri lið rétt handan við hornin. Hraunbitar eru með gott overview yfir allan bæinn. Og þar eru Hot Drop Hype og Omni. Þar á móti kemur hérna Fresh, eitthvað að færa sín áttin að hraunbitum og Northern Tinio að taka fyrsta skoti á. Og þá þetta orðin bara bardagar sem verður í gangi hérna upp á hælunum og þeir ekki að pæla í þessum bæ fyrir þessi bardagar búinn. Dömdum með fína byssuna, þetta Krauts. Oh my god. Shit. En hann fara annars séns, hittir ekki. Það að fara að pæla hvar hini leikmennunni Fresh eru. Já, þarf að gera það, skilja vel. Og það verið að halda þér. Það eru spottaðir, vita svona Og hvar þeir eru. Hype eru á sömu tíma hérna þurrkaðir út niður í bænum. Omni haldi áfram að taka við trúðalestinni og eru búin að taka niður 2. Og strækar Noraldinho. Ef að Og Noraldinho hérna kemur einn fellur kugt. Svo mikið til hægri. Þeir sem það auðvitað þessu. Farið Kemur eitthvað kreiti helvítis líka. kreiti hérna inni á. Þetta þetta gott. Þetta þetta mjög sterkt. Ef það komast í eitthvað gott vopn hérna, hvað erum við með? Hvað fengu þeir? Var það kannski ekkert spes? Þess þeir bara taka. Jæja. En þeir allavega munu komast inn í hring, segi ég. Þeir eru konu með, já. Omni hérna með komast inn í C4 hring. play á Juicy McWurty, drepa hann. Bombstað hérna á Omni. Takka
Hvað er tíminn takkar aftur? Spottaður er demanturinn. En Kimi fær annað líf og heldur áfram. Þeir eru með 2 leikmenn ennþá standa líka í félagunum og geta fengið smá suppressive fire hérna inn á hot drop. Þetta er voða þröngt sitt þarna hjá 3-4 liðum. Þeir myndu það bara ná að hýla sig og hlaupa á stað, en hvert hlaupa þeir? Þeir vita líka að þeir eru að fara í beina línu núna. Flass og smókur, þeir chilla aðeins í því. Hann ressa sig svo. Demantur er að spila strategy hérna, hann ætlar að koma sér inn. Hann fer núna þegar smókurinn er komin upp inn í ring. Eða hvað, hengur hann aðeins lengur? Hann er galinn þessi maður, ég veit ekki hvernig hann ætlar að koma sér úr þessu. Þeir eru bara að bíða eftir, hann er bara að tefja. Hann er að tefja meðan að Kvissi er að taka strækina og Stormur er að fara, reyna að koma þeim í betri stöðu. Þetta getur verið góð tíma sem fyrir þeim til að múfa og hann gerir það, en hann takkaði niður aftur og kláraði þetta skipti. Við fáum hérna létt black screen, en hér kemur það. Og Kongar hérna taka NCFC á einu bretti á sama tíma. Stormur og Kvissi ennþá lifandi fyrir Omni núna. Við förum bara inn í, við getum örugglega farið yfir á Hlambletti eða einhvern annan bardaga. Nei, samt ekki. Það er bara þarna. Jú. Þetta er bara inn í þessu bæ þannig sem er alltaf að gera núna. Ég sé ekki fyrir mér Omni lið. reyna neitt núna nefnilega. En á móti kemur Hraunbyttar ennþá með hæðina og eru greinilega ennþá að reyna að gera eitthvað skaða. Færum okkur Og yfir þá á AFM-in. En þeir heyra þetta allt, það er bara spurning, fá þeir frítt skot. En vilja bara ekki fá neitt í bakið sitt og þá er spottaða ofan og skotin á hlið. Það er rétt svo þannig að Sörnum getur verið ressaður. Það er rétt svo spottað í hann eiginlega frekar. Omni ennþá lifandi og nú þurfa þeir að fara að drífa sig að koma sér inn í hring. Hann er að lokast hægt og rólega, en hvað er verið að halda þeim? Hvaða bardagi Hlamblettur er með það svolítið á vondustað núna. Ég er ekki viss að Omni komist áfram í næsta hring. Held að þetta séu endalokin fyrir þá, því að þeir þurfa að hlaupa og ef þeir komast að hæðinni að þá eru hot drop með þá nú þegar í skoti. Eða þeir segir en þá er takkað einhvern hot drop og þá strækja þeir. En þeir komast næstu því eða hvað inn í hús, en það verður ekki dress. Nei, þeir eru kláraðir. Þar fellur Omni, þar fellur hot drop og nú erum við að horfa á síðustu 4 liðin. Það er enn eitt liði sem fellir þarna í lokin og það er trúarlestin. Hér eru síðustu það er góð hlugur. Hér eru síðustu 4 liðin. Ó nei, Syndex er á hvolfið leiðinni í brekkuna. Ennþá leggur hann á hvolfið og hann þarf að hoppa í bílnum. Hann skýst af bílnum. Bílinn ítur honum. Þetta maður lendi í þessu. Hann lendi bara í þessu núna. Bress með 9 kill og ganga ágætlega hérna með 3 leikmenn eftir. Hlamblettur eina liði með 4 leikmenn eftir. Kongar 2. Flott skotana frá Donadoro. Með 2 fjöll. Þetta er skemmtilega flott hlíð sem við erum að loka bardaðan á. Óbyggið á Hraunbyttum. Það er ekkert svo slæmt að vera fresh núna. Í alvörunni. Nei, þú erum með fína stöð í miðjunni. Ef að hringurinn fer meira bara í miðjuna, sem hann gerir, að þá eru fresh eiginlega bara án alls gríns með bestu stöðuna til að tryggja sig sigur. Þetta er óbeint besta staðan af því að annarkvort liðið mun falla núna. Hraunbyttar eða Hlamblettur. Besta. Út af því að hringurinn, það er ekkert cover. Þeir þurfa ekki að múfa. Þeir munu ekki satna svo mikið að killum.
ég skal segja það, en þeir Það geta er erfitt tekið að vera að sigur. horfa hana úti, mátt ekki gera það. En hérna Nei, erum við að taka mútið Dolodoro og Ronaldinho. Og Döndum túkar inn Nate. Spurning hvort hann næra að heita hana eitthvað. Hún er loft aftur langt. Það er svo djúb. Og Dolodoro hérna beinsar upp og Ronaldinho þarf að gera eitthvað skemmtilegt til að ná einhverju. Skemmtilegt fyrstu allana. Það er einum. Leggja í þetta. Í pönnuna og það eru hraunbitar sem að fara áfram í restina af hringnum. Nú eru þetta 3 lið, það eru 2 lið á sikkoru hæðinni og hægt og rólega þurfa þau að múfa að liðinu sem er í miðinni og eru að fara að spila á takkanum eru bara að fara að vera kjurrir. Ég sé ekki af hverju Fresh ættu að sækja sér neitt annað en stig, en þeir hafa annars bara enga ástæðu til að taka annan barda. Þeir geta gulltryggt sér annarsæti, bara geta gulltryggt sér annarsæti því að hringurinn mun íta báðum liðum í ekkert kofur á móti hvort öðru. Á undan því að Fresh þurfa að fara út úr þessu skíli. En svo reyndar getur komið neitt eða getur verið að eitthvað lið fái, ég meina það að Lamberti sé komin hérna niður til að byrja með. Ég átti ekki vona þessu, þannig að það er ekki verið að skjóta mikið á það frá næstlegarkynni. Þeir eru nú reynda bara með 2 leikmenn, eða kongum ásækið. Þannig að ég hætti nú kannski bara verið það. En nokkuð líklegt að Fresh fari með annarsætið. Fresh er alltaf ekkert að vera að sína sig af fyrrabræði. Nei, þeir þurfa það ekki. Þeir séu að Toblerone droppa niður, það er svona Fresh sem að græða það. Það er ekki C4, þetta er alltaf heldur spekkbækur sem ég rauglist á. Toblerone út á götunni. Þetta heyrði ég kollótið. Slurr, já, ég sver. Það er Slurr, það er Toblerone. Og þetta getur vel verið að þetta sé bara þetta lið sem ég spilaði með. Það geta að henda þeim alltaf undir rúna. En ég ætla bara að fylgja því. En Toblerone út á götu og þið þekkið einhvern í markastildinni hjá Toblerone, þá bara hitt þessu upp. En Gústi Grallari taka yfir sín hérna yfir allt fjallið, spottar ekki neitt, en hann er svolítið vondum stað. Svona allt í leið, hann heldur þetta séu leikmenn eða ekki. Ekki alveg Þetta er viss. svona blekkjandi. Já, ég skil það. Ég myndi líka að double-checka. Þetta er toppar á trjánum hana. En þeir vita, ég held þeir bara viti að eitt lið er niðri í þessum húsum. Ég held að þú getur eiginlega bara að giska á það. Og meðan við magnið að leikmönnum eftir að þá geta bæði lið reikna þetta út svona óbeint. Hér, það er nóg til að utility hins vegar út allt og það getur verið að við þurfum eiginlega bara að sjá fleira af þeim. Er þetta aftur Toblerone? Jú, fleiri koma niður. Og þetta getur rúllað hins vegar bara á. Cynic. Finnst ekki að góðan dag hana niður í bílum. Og John DJR kemst yfir. Og Fresh þurfi ekki að gera neitt nema að bíða. Hvernig? Og Það fór hann. þar er það. Og Limp Mjúlarættur klára seinasta leikmann og Dolodoro segi. Að vonda núna er að, En þeim var spottaður. sko, ég vissi að Fresh myndi fara með annarsætið, en djöfull myndi ég ekki vilja vera þeim núna. Nei. Einmitt. Já, there we go. Þetta var bound to happen. Ó nei. Blúflei, ó nei. Ó nei. Ó nei. Og þar höfum við það. Ég held að sé óbeint hægt að segja að, já, Lambert þeir taka sigurinn hérna. Svaka leikur hjá þeim, ég ætla ekki að taka það neitt að þeim. Það var ekki bara, þetta var svaka leikur hjá þeim. 15 kills, 8 kill á Limp Mjúlarættur. Þeir voru að gera skaða í síðasta leik. Nicolas Cage Fan Club, þeir reyndar voru líka mjög stigaháir. Hinn liðin voru bara svona þokkaleg. Trúðalestin er reyndar búin að koma óvart í allt kvöld. Þeir eru líka top 3 voru þeir á undan þessari lotu sem að við höfum ekki mikið verið að sjá það á toppnum þegar kemur að síðustu mótum sem við höfum haldið. En þá held ég að við getum óbeint óskað Omni til hamingju með sigurinn í kvöld og á fyrstu Game TV PUBG deildinni
sem við höldum og bara geggjað móti allt kvöld. Er eitthvað sem þú tekur út frá þessu móti, Ágúst, sem við þurfum að hafa í huga fyrir það næsta? Ég ætla að henda því bara strax út. Já, Það er svolítið asnaleg spurning, en hafi hug, þetta er meira kannski verið að fylgjast með hvort þeir sé að breyta hérna í fyrstu 5 mínútur sem ég play, hvort þeir að taka meiri sparta og taka meiri sjens að missa leikmenn já, og bara sjá hvort að meta sig að fara að þróast með þessum breytingum hraðar heldur en við, Mér ég finnst- að þetta meta myndi ekki breytast mjög hratt strax sko, en alls ekki. Það líka gerist aldrei þannig. En mér finnst þetta geggjað. Mér finnst bara, það er meira um að vera. Þetta er kannski, við heyrðum það, já, svona, þetta er ekkit, menn voru ekkert að kvart endilega undan metanum, menn voru að heyra segja svona, þetta er kannski meira pirrandi að geti komið rétt svona yfir okkar svoleiðis, en þetta er ekkit eitthvað sem að menn eiga að vera að láta fella sig niður í, en það er situations í öllu, við getum séð eitthvað breytast, við sáum C4-ið spilast í kvöld og til að taka chicken dinner, þannig að við vitum Einmitt. að það er breyting í leiknum og þannig að, þú veist, og það er bara búið að sýna sig og það þýðir ekki að geta ekki orðið meira sem getur gerst. En já, eru það einhver fleiri orð frá ykkur strákar áður en að ég loka okkur í kvöld? Þetta var bara, Nei, þetta var mjög skemmt. bara takk fyrir Game TV og alla Já. styrtar sem þeir eru með, eins og Dominos, þá getur þú nota kóðan Game TV í Dominos appinu og fengi 40% afslátt á matseli. Það er alveg stöð. Það er alveg stöð. Er það geggjað, sko? Ha, En já, maður þá sé er ekki það bara eitt stórt klapp aftur á íslensku íslenska PUBG samfélagi fyrir að vera búin að þróa okkur áfram bara síðan í byrjun árs og við erum nú komnir í samstarfi eins og nefndir við Game TV og erum við mjög stoltir af því bara og þökkum þeim kærlega fyrir að hafa trú á okkur og við vonum að við getum bara styrkt þessa vöru sem við erum með núna í allan vetur áður en við förum að stórmeistaramótinu sem að haldi verður í einhvern tímann í miðjan desember. Ég kannski bara finn þessa dagsinningu, kannski fæði til að flettinu upp á meðan ég klára hérna. Hún er einhvers staðar á Facebook held ég, á Íslenska PUBG samfélaginu, en annars getur þið líka farið inn á Íslenska PUBG samfélagið á Facebook, einnig á 354 á Discord, 354 eSport, það er allar upplýsingar íslensku PUBG-deildina eru þar líka og þar er einmitt Discord sem við notum til þess að spila þessar deildir og fá allar upplýsingar hvað varðar mót, hvað varðar reglur og svoleiðis. En meira held ég að við höfum ekki í dag, nema eitt annað að við fáum, það eru 4 mót, þetta er eitt af 4 mótum í deildinni og það eru næstu mót verða haldin alltaf á 3 vikna fresti, þannig að það er þá eftir 3 sunnudaga núna, þar sem við hittust aftur. Þetta er 21. september sem næsti leikur er. Já, ertu með dagsleika fyrir framann? Já. Ok, og sérðu þarna stórmeistaramótið? Hvað sér, já, stórmeistaramótið er þá í 7. desember sem það byrjar og er 7. desember eftir það í loka kvöldinu á sunnudeginum. 7. og 7. desember. Já, það eru úrslitin sjálf sem verður með liðum sem eru í topp 16 liðunum frá deildinni. Við hvetjum allavega alla til að líka taka þátt í deildinni. Það mun verða nóga plássum í deildinni líka ef þið, eins og ég segi, hafið áhuga og viljið komast inn á stórmeistaramótið, þá er það langt frá því að vera endalókin núna. Þið getið skráð ykkur á næstu mót sem að verða haldin, eins og það er 21. september og svo verða 2 mót þar á eftir með 3 vikna millibili og svo verður aðalmótið okkar í 7. og 7. desember. Takk fyrir að finna þessar dagsningar og ég ætla bara að segja risastórt takk fyrir okkur í kvöld og við hlökkum til að heyra í ykkur þá næsta 21. september og takk aftur. Yes, Já, takk takk fyrir sömuleiðis. og takk Nósi fyrir gott ops. Takk fyrir ykkur fyrir gott casting, boys. Góði lýsendur. Takk fyrir að vera besti. Nákvæmlega. Það nátt að vera. Heyri, takk Ég segi fyrir bara okkur. peace out. Peace out.